Það góð spurning, are you ready now? Klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 12. ágúst og F95 Blöður hafið göngu sína. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti og beint á móti mig sitja 2 þumbar. Annar heitir Egill Einarsson, hinn heitir Steindi Juniors. Ég ætla að byrja á fyrirlega þáttarins. Egill Einarsson, þetta ennþá jafn mikill heiður eftir allan ennan tíma og sitt ennþá fyrirlega? Já, bara You wear that shit proudly. Já, ég elska það. Já, þú ert ekki, okkur hefur aldrei keyptið svona bandi eða eitthvað? Þetta er bara Með svona sé, eðlilega góð spurning. Já. Með svona F95 Blöð og sé. Já, það var geggjað. Eina sem ég er bara kvíðundi, ég misti næstu einu sinni bandið. Það var Og stæpur. ég líka, ég var mjög mikið álag með þá sko. Já, það má var alls líka ekki vistur gera þetta er ekki gefið. Nei. Steindi var næstu búin að taka bandi og eins og þið heyri þá Hann er varafyrirliðin mættur, sko. og okkar markaðasti maður Steindór Hróa Steindórsson, hvernig erst þú? Já, ég er bara fyllandi góður og frámóti fínn í dag. Ég held það, ég er í miklu stöði með þess að. Og ég er fegin. Það er fórstaður. Ég ætla líka bara að vera hinskilin. Það er álag á okkur núna. Við erum í töku álagi. Og mér finnst þessi tími núna, mér finnst þetta að vera svona að vera í útvarpinu finnst mér eins og þegar ég spila töluleiki. Ég næ svona Són út bara. Já, nú er bara, þú veist, það er engin ringi mig og við erum bara, það er ekkert vesen og Þetta sími. sko með fullri virðingu fyrir fjölskyldu minni. Þá er þetta eiginlega þessi 2 tímar með þeim bestu í vikunni á mér. Já, hérna sónum við út. Já. Og þetta er bara við. Já, þetta er með 2 öðru í sig krökkum. Já, þetta er strákunum mínu. Já, þetta er Svona minni ábyrgð. Þetta er svoleiðis, en málega er að sko Egill náttúrulega, hann er farin að lengja utanlandsferðirnar talsvert, þannig að það kemur að því að missi bandið. Já, það er, þú veist. Þegar hann tekur þessa 7 vikna Tenerife. En ég er með laust sko. Ég setti niður sko löppin einu sem þú eru allar að framlengja og ég sagði, ok, ef þú vilt missa bandið Já. þá framlengjur og þá komstu heim. Það mæti ekki náttúrulega Sko, helviti eina góða við COVID, þess að drefleðilegu veiru er að það er auðvelt að framlengja þetta. Já, Bara ringir, ég ætla bara lengur, ekkert mál, sjáum, búm, símtali búið. Var þetta alltaf Ekki eitthvað vesen eða? Já, ok. Þetta var við eitthvað borga eitthvað breytingagjald og maus og nú bara ringir þau og ég nenni ekki heim, ekkert mál, hvernig það var heim. En það er greinlega nót til á þér, af því að ég skoðaði þetta. Ég hugsaði Já, líka ég hef aldrei getað hringt bara og fæði bara hæ, hvað segirðu, hörru, ég ætla að framleggja ekkert mál, sjáumst þú kemur heim fyrst að það býði í svona 70 mínútur og svo bara þú ert nú með 2 Já, þú ert með Airpodsin og ert á sundlaugabakkanum með beer, þá líka Já, tíminn sko, heldur rætt. Ég var að köpa með hljóðbókin fyrst að sinna á Já, það er rosa. Já, það er svakalegt. Ég er orðin bókablöð. Já, nú ertu komin í veislu sko. Þegar þú er ekki tíma til að lesa heima, Nei. en þú getur verið með þetta í eyrunum. Þú ert að æfa Ég og... ætla að pröfa þetta. Mér Já. langar að, veist, en ok, ef að til dæmis ég hlusta á þessa bók sem ég kefti á hann flokkast þetta þá að ég sé að lesa hana? Já. Ok. Já, þú veist, flokkar þú bara náttúrulega last hann ekki, þú hlustaðir á hana. Já, en má ég þá segja, veist, það er einmitt spurningi, mætti ég segja, já, ég er náttúrulega búin að lesa Þetta er þessa samt og þessa. reading, þú ert að lesa bók, þetta er bara hljóðbók. Já, Já, nei, en ég er að hlusta. Já, það- Já, en þú ert samt að lesa. Þú ert að klára bókina, þú last þessa bók, þú hlusta. Ég er ekki alltaf sammála, þú veist hvað bókin er, þú heyrðir hana. Já, ég heyrði það. Og þú veist Það er hann- rosalega skrítið bara hérna, hvað er búin að lesa marga bækur? Ég er búin að lesa fáa bækur en ég er búin að heyra heldur Lög getur ekki leið upp í rúmi og lesið bók. Herri, ég las ég mann þig. Bara krökkunum niður og... Það er ekki svo langt síðan, Já, 7 þú ára veist. eða eitthvað. En það Það er, er síðasta bók sem ég Og las. tábrós og takaskórti, tóka þrá eins og ekki. Já, ég las hana fyrir löngu síðan. en þú veist, maður er lesand allan Bæði daginn. sögðu Magic Johnson og En þú ert samt lesand allan daginn. Þú ert alltaf að Er lesa. ég? Já, þú Nei. ert Já, ekki út á bara á netinu netinu og, eitthvað, já. En þú veist, en að setjast sko niður og lesa góða bók. Ég á rosalega erfitt með það. Sölublöð þarf að hrósa allir nefnilega. Já. Af því að Egill seldi mér þetta á hann setti þetta allt upp fyrir mig og eitthvað það var ekki svo hann að vera að græða á þessu Ég var ekki að kaupa bækutur hann sem hann aldrei gera Gæti ekki krónu sko. Nei, en hann bara basically var að segja ég bara ok, ég ætla að prófa þetta Þannig að helgina þá ætla ég að prófa að hlusta á 2 kafla eða eitthvað Ég held að sé eiginlega léttar að bara skrifa bók en að lesa bók. Já, ég er ekki frá því Að því að sko, það er náttúrulega tekur helviti mikið á að leggjast niður og fara að lesa heila bók sko. Ég held að sé auðveldar að muna hlutu bókinu og hlusta á hana en lasta hana. Já Út af því að Að því mér finnst oft gert lítið úr sjónvarpi eins og að þú horfir á geggjað heimildaþætti Er það ekki bara svipað eins og að lesa bók? Jú, Jú, ég okkur. held það. Já. Ég meina, hver er Þú munurinn lærir á þessu. að þú ert að horfa á heimildaþætti? Ég hef alltaf bara fundið fyrir einhverjum fordómum að ég lesa svo lítið eins og það blöð sest í bíli sinn. Þú ert 12 mínútur að keira ræktinn til dæmis. Það er Getur bara hlustað á einn kafla Það er bara hlusta á okkur drefleðileg lög. Já, hlusta á kafla Hlusta á kafla. En ég hlusta til dæmis eiginlega ekkert á tónlist af því að sko, ég hlusta eiginlega bara á podcast og ég gerir þetta bara í bílnum þá, þetta er það sama og hlusta bók eða hlusta podcast eða ég sko ég vil að koma í staði að tónlist sko
Æ, ég nenni ekki eins út í þetta. Ætlar að drullið tónlist það? Nei, ég ætla Stærsta ekki lag í heimi, Jamie Kvöld Ég ætla ekki að gera það Ég er líka kickstart með hartið undir, ég er alveg til að hlusta á það sko. Nei, ég er að segja, mér finnst hún þurfa að vera rosalega há til þess að njóta sín sko. Tónlistin? Já, og það er ekkit alltaf stemning fyrir því að vera með tónlist í blasti skilur. Nei, en allavega, já, ég er komin í bókabransan. Ég ætla að pröfa þetta. Svo, herru, systir mín, Maja, hún sko hlustar á, hérna, ég vissi ekki eins og þetta var hægt. Hún hlustar á bæði podcast og hljóðbækur. Og þá, veist, ég eftir að hljóða með þessu, ég sé svo heimskur þetta. En þú getur, það veit að þú eru glattlist sem að hlusta, en þú getur hraðað þessu. Vissu það? Já, spýtar þessu upp. Ég skildi ekki orða þess sem að var sagt Ég gerði þegar þetta Maja er líka. að hlusta. Hún er að hlusta okkur podcast og svo bara fór hann og ég bara svo, þetta er svo kynneska. Og hún heyrir allt og eitthvað, hún sagði, já, maður venst þessu. Já, ég gerir þetta líka. Þannig að hún klára bara eitt blökastátt bara á hálftíma. Já, nákvæmlega þetta spýtar, já, liggur eitthvað á Hvað ekki að bara liggja og hafa kósi og hlusta? Er þú líka þessu? Ég er segur með þetta, en veistu hvað? Bróði minn, hann horfir á sjónvarp svona. Er það hægt? Já, hann horfir á sjónvarp, þú veist, hann er bara, þú ert með svona 15 sekundar spóltakka. Er hann að spóla breyfið þáttinn? Hann horfir bara á sjónvarpið og leiðu að kemur eitthvað lím, þú veist, er staplinn sín skot eða kemur tónlist og atrið er að byrja, hann er bara 15 sekundur inn, dun, Já, hann bara hoppar yfir. Hann hoppar bara yfir og ef hann fer óvart inn í eitthvað samtal og fer hann tilbaka, en yfirleitt er þetta bara, hann veit, fattar Ég nota þetta svolítið í Love Island því ég líka bara skammast mér fyrir að horfa á það. Þannig að stundum þegar síðustu þættinir eru svo leiðileg, þá voru að hoppa vel fram í tíman alltaf sko. Ég hef aldrei dottið inn í þetta. Nei, þetta er viðbjöður. Ég veit- Já, en þú samt að horfa á þetta Ég veit að það er eitthvað að maður. Það er eitthvað Men það segja það ekki. Ég har flesta vinur sem horfa á þetta en get ekki útskýrt fyrir mér af hverju. Nei, ég hef gaman að dramaðinu og öllu ruglinu. Þá setjum maður upp í svo setjum við líka bara við Rakel, bara fullorðið fólk og ég er bara svona, þetta var aldrei eftir að endast, bara eins og þetta er 7 vinir mínir eitthvað sko. En síðustu þættin, ég held að sé allir sem er að hlusta og horfa á Love Island sammála því að það er viðbjöður. Basically að þau að fara að stefnum át og allir afstofnir ekki drama það, ég nenni ekki á það. Það verður að vera drama, sko. Já, verður að vera eitthvað Lykilatriði, vesen sko. og leiðindi sko. En strákar, er ekki komin tími til að gera íslenskan svona þátt? Jú, það er komið Langar tíma. að sjá svo leið Bara sko. Svona Viðey. eitthvað alvöru. Viðey, Þau reyndu áfengi. þetta með ástaflegið, það var náttúrulega með fullri virðingu fyrir þeir sem tóku þátt í því viðbjöður sko. Ástaflið? Þetta var ekki Sko- þetta var ekkert í líkingu við eins og að vera að gera erlendis. Og ég hef oft spurt mig, geta Íslendingar gert svona alvöru þátt að ég held ekki að því við erum svo fámenn að þú þorir ekki, eins og fólk er að opna sig bara og er ástaflið er skemmtilegt, það er enginn að leika neitt, en ég held að þú fengir Íslendingi svona þátt og allir þekki alla, þá ert alltaf með eitthvað svona front á þér. En er það ekki þannig samt að þú veist, það eru siktaðar út típur, þannig að Reyndar gef ég strákunum mjög æðið það að þeir eru nákvæmlega eins og þeir eru, enda eru þættinir ógeðslega vinsælir, þannig að þetta er hægt á Íslandi. Herðu, ég tók gott rall með patta mínum í Eyjum. Já, í Ölgerðarpartíinu. Æðislu, nei, bara fram á nótt sko. Já, ok, Á bara alvöru litla djam. sviðinu, já, geggjaður sko. Já, þetta eru toppur. En já, nei, ég sko, þú veist, ef þetta færi gegnum síur, segjum að það væri, þú veist, þú voru að vera áhörndapröfa, skiljið. Í fyrsta lagi þá myndur ef þú væri með Love Island á Íslandi og ætlar að gera þessa seríu almennilega þá þarftu að fá vissan hóp sem þú myndir vilja fá og það lið Influencers. Já, þetta væri svolítið þannig. Það Þetta eru er up and coming influencers sem eru svona að byggja upp og ég held vilja fá að- fleiri followers. Ég held að myndi ekki gera. Nei, þau eru ekki influencers, þau eru farið. Þetta er náttúrulega miklu léttir í Bandaríkjunum og Breitlandi, það er svo mikið af fólki. Já, sko, munurinn þar er að, þú veist, þar vill fólk vera í sjónvarpinu, að komast í sjónvarp, en hérna er vesen að Ég fá meina, fólk í svo sem sjónvarp. að vann þetta Ekin Sú og Davide sem að mér reyndar, ég held með honum hann er geggjar og mér finnst Ekin Sú ekkert eðlilega í byrjun en hún vann á og svo var hún bara heldur skemmtileg. Hún var að skrifa undir samning núna upp á £1.000.000. Það eru hvað, 160-70 miljónir í dag. Þannig að ef þú og svo er náttúrulega fullt af fólki sem fyrir þess að þætti og það man enginn eftir því bara á morgun. Þannig að ef þú spilar þetta rétt og ert með eitthvað og það er eins og með allar raunveruleika þætti, þú þarf að hafa eitthvað til þess að slá í gegn og þá getur þú gert helviti gott mót sko. En svo er þetta líka bara þannig að, þú veist, þetta er öðru fílingur með sjónvarpan úti, þú veist, þetta er eins og segjum að okkur langi að taka upp eitthvað atriði og ætlum að redda blómabúð og þú myndir ringi ykkur að blómabúð og þú væri bara, heyrðu, hérna er í lagi að við komum, við erum ekki að fara að bögga neitt og við verðum enga stund in and out mission og eigandinn væri svona, stráka, ég veit ekki alveg sko hvenar ætlaði að mæta, þetta er vesen meðan úti þá er þetta bara, viljið þið koma hingað? Já,
bara vilja fá auglýsinguna. Bara komið með verið í marga daga og takið myndaskiltinu Og allir veitingastæðir og allt Já, og verið fyrir utan líka og síni skiltið og þetta er svolítið svona öðru sig Hérna nennir þessu enginn sko Nei, Ég held að þetta getur verið vinsælt samt. Það er bara vel áfengi einhver En eiga sko það má ekki drekki Lofaland Það má fá eitthvað eitt glas Er þið edru á Eitt þetta? glas? Sko fyrstu seríunar Allur og eftir allir mökkað Já, sko fyrsta serían á Neysla þá sátt allir að drekka og reykja allan tíman en þá var það alvöru vesen sko Núna í dag þetta er orðið svo voðalega eitthvað brandir og svo stórt maður er bara svona, give me a break maður leiðum alltaf að drekka einu sinni í viku fjandinn hafa Ég verð að sjá einhvern bara með rettu og Það var þannig í fyrstu seríu Já, annars nennir ekki að horfa En íslendingar gert, sko, það er bara hell í þá sko. Já, nokkur þetta er góð hugmynd, kannski hendum okkur í þetta. Já, við ætlum að búa til Love Island Ísland Það er kannski ekki við. Kemur næsta hausti, jú, Það er stjórnum þessu Ef þú vilt fara á 300 followers í 12.500 það er alveg aukning sko. Og borða frýtt í keiluhöllinni og safran Þá getur fengið Þá er þetta tækifæri fyrir þig Það er bara þannig Áhugin liggur kannski ekki að við svim að fara bara eftir þáttinn strákar Förum og smíðum þetta Þetta er hugmynd sem einhver geti Sér bara ekki að fara í sleik líka sko, fólk elskar það Já, það er mikið það af er því þessu alveg þáttum Mér finnst óþægilt að horfa á það Kannski líka því ég er að verða 50 Það finnst mér eitthvað vont við að vera að horfa á eitthvað úlinga í sleik í sjónvarpinu Ég reyna að spóla þessi við það En við erum með svaðalegan þátt í dag Herru, blikandi maður og vikingar Já, Sko, hvað úr vikingarnir og öfnir ég fef steik og raukt í gær Ég var mjög peppaður, setti loyalty double Mína mennarna í Fossvoginum, Serious cash sko Já, töfðu bæ Þetta rauða spjald, þetta er mesta kjafta Eðlilega lífið dómar Og byrju, eru bæði liðin dottin út í keppni? Já, blikandir áttu eða aldrei breyk En vikingar voru, sko, ef að það hefði verið 2020 Þá hefði vikingar farið áfram á mörgum útvöllin En svo regla er hægt En fyrirleikunum og blikunum voru fyrsta hálftíman Þá sástu enga mun á En þetta er bara Það er bara gaman að Íslendingar séu komið lið sem að eiga sjensi Og sástu hérna Arnbergur Láksson í gær Á hliðalínni Rándýr Við Við vorum eins og með dagskrálið sem hétt What a Man Já, og þetta var kveikið Já, við hefðum getið verið með hann í dag Var með smoking? Nei, það var alltaf hrista sig Það var svo auglýsing Bara auglýsing fyrir eitthvað mót Bara fyrir fataauglýsing Það var á hliðalínni Ég held að séð svona Já, svo bara, hann er rándýr Er þetta alveg kærs fyrir félagi að þeir komast áfram? Vinna Já, sko, hafðu það farið í riðla Þá þetta orðið bara svona Rosenborg dæmi Þeir eru átt mestan peningin á Íslandi næstu 10 ára Já, það er leiðilega er að Óskar Hrafn og okkur Láksson með 100% báði frá þjálfa erlendis fljótlega og þeir missum þess að meistar Það er samt ekkert leiðilegt, það er gaman Já, gaman að fekast með þeim úti Er ekki pælinga samin að liðin búa til eitthvað eitt lið fyrir svona keppni með öllum bestu og öllum liðum og svo er þetta bara að deila pinningum á klúpa Hættu að ræða fótboltagstendi Við erum með rosalega þáttur ykkur í dag Það ber hæst, ég veit ekkert um þetta en Steindi sagðist alltaf komið splungun í hann dagskrálið í dag það hræði mann alltaf á Þú kom seint til okkar á kúliakan Hvað heitir þessi lið? Já, maður veit ekki neitt Þetta er dagskrálið sem ég bara heitir því einfalda nafna, þetta er Mávar og það er, þú veist, eðlilega það er hérna út af pláinu, það er mávapláa Það er eitthvað mávapláa Já, það er allt í gangi með máva Er þetta ekki bara, er það í alvöru? Já, þeir eru búin að færa sig upp á skaftu undanfarið Ég er búin að taka eftir þessu núna Ég er búin að taka eftir þessu marga mánuði núna Ég keir alltaf hérna Færa sig upp á skafti, hvað er það að gera? Já, þú veist, ég keir úr kórakörnu og bruna hann fyrir aftan hafið og nýngs og þar og beint áfram sem veit ekki hægri beigju hérna hjá krónun og þar sér það held að stoppa á ljósum koncept hjá mér fyrir vinnun á mótana þeir eru þar bara, leiðu komin í Garðabæinn þá eru út allt sko. Það gera hvað? Þess að við fara ekki inn í Kópavog eða Reykjavík þeir eru bara í Garðabæinn, þeir hata kannan Nei, þeir eru líka í Mosó, þeir eru grillir í Mosó Þeir eru elska cash Þeir elska cash Síðan er þeir líka bara svona aggressívari En mávu búin að ráðast á eitthvað? Nei, þeir eru öllum ljósastörum Þegar ég keiri vinna, ég ætla að mjög snemma Ég er eini bílinn á götunni Þeir ráðast á fólk Þú horfa á mig þegar ég keiri framhjá Síðan var einn daginn eitthvað út á miðri götu vanalega skottast hann í burtu bara svona og flýgu strax þessi bara svona lappaðis hægt og hann gat af götu Við erum að vann með ef hann hefði ekki ef hann er með putta hann gerir með putta Við erum að vann með þetta Það er rosalega, þetta eru kostuleg kvikindi sko Það er það Já, ég veit ekkert um máva Nennar að segja að þú sagði þetta sögu í blöðkastinu daginn Nennar að segja eftir bara í Guðanabæðinum sögun aftur þú lendir í atvikinu með máin Já, þú lendir í máva árás Og það var nokkur mánuð síðan Eftir það er shit búið að escalate Ok, sko, ég las bara eitthvað Ég ætla bara að reynst til núna Ég sá eitthvað fyrirsögn á vísi eitthvað í Garðabæ eitthvað Ég veit ekki um þetta Þannig að fyrir að segja, eru þeir að ráðast á fólk Þú ert heim í Fossvoginum sko Hvað meður, ég er búin að segja eitthvað Já, þeir ráðast á börn og ráðast á fólk Já, er það að gerast núna? Þeir ráðast á önnu dýr Þeir ráðast á ketti Já, ég vissi það, þetta er bara fljúandi rottur Já, þeir eru vanlegt að ráðast á ketti samt
Er ekki mávar svona, við erum nú allir dýravinnir. Er þetta ekki ógeðslega dýr? Jú, það má lóa það Sko, máli er að they're getting smarter. Það er ekki gott. Þeir eru að vera klárar og klárari og það er rosalegt sko, með líðustundum eins og þau séu. Þeir eru með alls konar plön í gangi sko. Já, allavega það er nýtt dagskrárlið þegar eftir sem heitir Mávar og kannski fáið söguna steinda. Við erum með annan nýtt sem að ég ætla svona að skoða, drengir. Ég ætla að sjá hvort að fólk taki vel í þetta í dag, en mér langar að vera með nýjan lið sem að væri kannski á svona 3 vikna fresti sem heitir Blast from the Past. Af því að nú erum búin að vera í 11 ár í nóvember eða eitthvað og svona eins og ég segi, 2-3 vikna fresti þá spilum við eitthvað svona gamalt og gott sem ég finn, að því ég fekk sendan lista yfir fullt að geggjuðum atriðum, þannig að núna veit ég hvað þau eru. Einhverjum dedicated fan. Einhver snillingur á Akranesi sem sendi þá, ég þakka honum kærlega fyrir. Þannig að við prófum það og eftir spurning hérna Gilsarans, hvað er í dag? Ég með, sko, þetta hefur verið 2 ára áður. King of Animals. Ok. Út af að þá að vera svona dýravinnur. Já, það ég bara fylgast mikið með þessum máva-konceptu undanfarið. Og þess vegna var ég að koma með þetta. Ok, King of Animals. Sturla staðrindir er á sínustað og aldrei að vitina mér hendi kortmyndur frekar líka. Þannig að það er nóg að vera, drengir. Það er rosalega þáttur. Við fáum svo kannski gesti í lók þáttar, aldrei að vita. Já, það var einhver pæling líka. En já, áður ég svind á fyrsta lag dagsins. Eru þið búin að horfa á myndina hérna á Netflix Woodstock, hérna, Trainwreck 99 Woodstock? Já, ég er búin að kíkja. Það er rosalegt. Ég byrja að horfa á 5 mínútur, ég gæti ekki hægt sko. Það er ágætis heimildamyndum hvernig á ekki að halda útihátíð. Já, ég var aldrei séðan aðeins fyrir okkur. Ég er ekki af þessu. Fólkið, þetta eskuleitaði stratt sko. Máli er að þetta var viðbjöður. Já, bara þú veist, þetta var svo mikið skipulagslýsa. Veistu hvað við vorum að reyna að spara á staðar. Já, það komið mest ávart með þetta samt, því að þú veist, þetta er 99, þetta er 200.000 manns og allar stærstu hljómsveitir. 250.000 manns. Já, allar stærstu hljómsveitir í heima voru að spila hérna, þú veist, Korn, Limp Bizkit og allt þetta á sínum tíma. Ég hafði aldrei heyrt þetta. Ekki heldur. Ég hafði aldrei heyrt þessu. Nei. Sko, já, þetta er svona skólabóku dæmi svona hvernig þetta ekki halda úti á þetta. Þú varst með pistilundaginn í blökkastunum, hvernig á að halda úti á þetta? Já, þetta er svona, það var gaman að fylgjast með þessu. Þetta er skólabóku dæmi hvernig þú byrjar að cut corners, spara í gæslu og spara alls staðar. Það fer alltaf helvíti, sko, ekki spara. Já, herru líka, fólk mátti ekki taka vatn með sér að inn og vatn kostaði $10. Þetta var viðbjöð. Já, sko, þau rukkuðu $4 þarna, 99. Það er eins og svona $12 í dag, fyrir vassflöð. Þegar voru hægt að hækka hann upp í $12 í lokin á hátíðinni, sko. Já, svo bara hérna, herru, hver áttu hugmyndin að rétt öllum kerti þetta í lokin þegar það var frábær hugmynd. Og komni með hostile crowds. Give them eld. Let's give them fire. Ég hef verið til að sitja á fundinu bara eftir hátíðina. Hérna, hugmyndin að láta kertin ganga. Hver áttu hana? Þetta er það heimskasta sem ég séð, held ég. En síðan magnaðið samt, þú spyr fólk sem var hérna, þá segir þetta var skemmtilegst tíma eður og aldrei skemmt sér vel. Er það? Voru allir ánægðir með það? Svona, þú veist, eitt af liðinu hana, já, reyndar. En sko, það var atriði í þessari mynd sem að mér fannst ekkert eðlilega töff og það er langt síðan ég hef heyrt þetta lag og ég dyrkaði þetta í þessari mynd og það var þegar Limp Bizkit tók Break Stuff. Það var svona sínt, það var verið að sína svipin á Fred Durst. Hann vissi, ok, 250.000 manns þarna, það er allt í rugli og gæslan er engin og það er allt einhvern veginn. Hann bara, á ég að gera þetta, svo setur hann bara viðlagið í gang og það bílast allt og mér fannst það eitthvað svo töff þannig að ég ætla að byrja þáttinn í fyrsta sinn á Limp Bizkit. Það er rosalegt. Og lagið sem heitir Break Stuff. Ég heilt þetta viðlag þegar þú varst orðin vel pirraður á hátíðinni. Jú, fannst mér þetta töff aðrið. Limp Bizkit Break Stuff hér í FM 95 á FM 957 og drengið, það er komið að slúðri. Já, heldur að þú sett búin að nokkuð gera alltaf brjála allar hlustendur með þessu lagi? Með Break Stuff? Já, sé allir bara konið í brjála skap og eitthvað. Já, og mér fannst eitthvað bara svo töff. Ég hef nú aldrei verið einhver rosalegur hérna Limp Bizkit aðdandi. Jú, ég fílaði alveg þegar þeir voru þarna, hvað er þetta, 99, 98 eitthvað. Stemning kljómsveit. En þegar Fred Durst var að svona, hvað segir maður, svona tísa kráti með bara, ok, var einhver einna sem er að fá allt og lítið borgaði vinnunni, var einhver einna sem hann náði öllum. Bara ok, þannig að ef eitthvað af þessu pirrar ykkur og svo bara kom þetta. Svo er náttúrulega eins og núna er 2000-tískan komin aftur. Já. Og hérna og ég var að hugsa þetta daginn því að hún er svona komin aftur og maður sér það og það er hérna mér finnst þetta að því að tíska fyrir hringi mér finnst þetta bara vera að fara svo hratt af því að það er bara 2022. Já. Þannig að 2000-tískan er strax komin aftur þá er þetta eitthvað það þarf að hægja á þessu.
Ég veit ekki hvað ég á að segja við þessu en við ætlum að fara í Voru ekki króksarar að hlusta á Limp Bizkit? Króksar Allt maður Króksar Biskit, Voru þið reiðir að rúnda? Korn Nei Hörðustu Kornarar og Marley Manson og hvað Ég þetta var aldrei neitt Korn System of a Down System of a Down geggjör Í Mosó var þetta bara annarkvæmt hlustar á rock eða rap Króknum var þetta bara rock Ég var rap með einn sko Það voru fáir rapparar á króknum Kannski Þetta voru rockarar. Ólur Rúlur Já, reyndar Herðu, það kom að slúðri og ég ætla að byrja á leikonunni Nicola Peltz Beckham Veit ég hver það er? Nei Hún er eiginkona Brooklyns Beckham sem að er sonur David Beckham og Victoria Beckham Það er alvöru drama þar í gangi því að Victoria Beckham þolir hann ekki og Er þetta barnabannir? Nei, þetta er bara tengdadóttir hennar Tengdabátur? Já, og Finnst Viktoría að vera drefleðilega? Já, það er eitthvað ósætti þar á milli og nú er orðið komið ósætti bara á milli fjölskyldana og það er eitthvað og það sem að eins og stendur hérna gaf sögursögnunum byrjundi báða vangi hún byrti mynda sér grátandi helgina það finnst mér alltaf skrítið þessi Nicola Peltz Beckham ég skoða þessa mynd, hún situr hérna í einhverjum sófa grátandi Það er hérna Og settu það á grammið? Er hún hálfrugglar á sig? Er þetta tengda dóttir Victoria? Sko Viktoría á dreng sem heitir Brooklyn Þetta er kærasta Og hún er að gráta í sófanum Hún er að gráta í sófanum og setja mynda sér Hvað segir Beckham með þetta? Hann er eitthvað að tjá sig um þetta? Það er lítið David Beckham sko, hann er heldur neutral en það er eiga ekki skap saman víst þessi Nicola og hérna Victoria Beckham Celebrity beef? Já, smá celebrity beef en leiðilegt er þetta svona eitthvað fjölskyldudæmi en þetta finnst mér alveg pínu stekti satt svo veit maður ekkert, þetta er allt bara slúður og kjaftaður en það sem að gerist það sem fór vist rosalega í taugarnar á Victoria Beckham var að sem sagt Nicola og hérna Brooklyn Beckham settu vist mynd á Insta það voru einhver viðtal eitthvað sem sögðu this is the new Miss Beckham og það fór vist í taugarnar á Victoria Beckham því að hún er vist mér finnst þess að sé að springa æði höstum á mér hún setti sér að this is the new Beckham og Victoria leit á það sem bara álurri diss sko. Þetta er ekki bara fullorðin kona hún er ekkert eitthvað nýja ungfrú Beckham ég er ungfrú Beckham ég er svolítið tím Victoria hann er það? Var það diss? Já, þetta var basically, þetta var KO þetta var diss sko. Hún veit alltaf að hún er the shit sko. En sagði þið þá tengdadóttir nýja hún kom í vital og sagði ég er nýja Beckhaminn Já, ungfrú Beckham hún var að giftast Brooklyn Beckham og tók eftir nafna þannig að hún er ungfrú Beckham í dag Er það ekki bara rétt hjá hann? Já, var hún ekki bara hversu steikt er það samt að hverjum er ekki sam? Okkur er ekki bara Victoria Beckham bara að vanna sína flíkur og hafa það næs það er nóg til og bara aðeins með hálsegi og hverjum er ekki saman? Ég skil þetta ekki Ég er svona að reyna að ná utan þetta sko. Það er eitthvað undirleikjandi pyrringur hana. Já, ég held þetta En svo veitum við ekkert Mér finnst þetta merkilegt Mér finnst það reyndar stórfurðulegur hérna, maður má náttúrulega ekkert segja þetta Mér finnst hann Brooklyn Beckham, hann er stórfurðulegur Hann er með tattoo af nafni ömmunar og einhverju ljóði sem hún sendi honum og einhverju, þetta er kannski var hann og ömmunar eitthvað náinn Mér finnst þetta hálfveikt einhverju vinir Já, það er bara fallegt Það er að setja tattoo af andlitinu og líkamanninu Já, en ég meina, hann er romantískur, gefum hann það Já, setja hann amma hennar Já, hann hefur fengið sér nokkuð tattoo tengt, sem eru tengt henni Nicola Þannig að þetta er út um allt Það er eitthvað vesinn þarna Ég sé að Patrick Schwarzenegger er að followa Nicola Peltz Já, hverjum er ekki saman Hvað er að frétta honum? Það er bara allt frábært Það er ekkert að frétta honum Ég sé ekki nafn Nei, hann er hvergi Vittu, var hann ekki að leiki í einhverju zombie-mynd? Já, fyrir 3 árum Þið fatti ekki alveg hvað hann er núna að verða bara einn minnsasti leikarinn í Hollywood Já, ok, okkur er hann aldrei í slúðrinu Ég ekki sé nafnum þess Þú leikur að því að dodja King, Patrick Schwarzenegger Það gerir bara ekki neitt Þú þarft alltaf að hafa hann ég googlaði Patrick Schwarzenegger og kom ekki eins og IMDb-C ég þurfti að googla IMDb á eftir honum til að fá síðan upp En hann þetta er eitthvað mesta D-celebrity bandarækjana Það er brjála að gera það er núna filming í gangi hjá hann og Gen V Hann leik í Staircase-seríunni stórt hlutverk þar Staircase? Já, hann sá ekki heimildamindinu Staircase Já, heimildamindinu var geggju Hann er bara aða leikarinn þar sko Já, frábært. Hérna, svo er ég með meira slúður. Þetta er náttúrulega talandi um að hitt sér út um allt. Þetta er allstaðar á öllum slúðursíðum sem opnar að náttúrulega Kim Kardashian og Pete Davidson eru hætt saman
Já, hörðu, en þurfi ekki að rosa Steinþóri við hann hákallaði ekki Það þurfti engar snilling til að sjá það. Ég held ég að mér sem tekið undan þessum tíma. Þetta aldrei að fara endast sko. Ótrúlega naskur sko. Sama þegar ég næ þessu Ég held að myndur saman í eilu. Nei, fólk held það, þau klikkuðu mjög vel og fólk held það. Það held það enginn. Það er ótrúlega. Þú sagður þú mútið byrja með ungum rappara. Já, það gerist ekki. Þetta ungu grínisti, technically the same sko. En hvernig vissur þetta? En máli alltaf því Það er bara betta á þetta. Það er ekki heldur svona fram. Alltaf þegar þetta gerist líka, þegar þetta rætist og ég hef rétt fyrir mér. Núna er þetta skiptur með 500 eða eitthvað. Alltaf þarf þetta að tala það niður. Akkur segir ekki, heyrðu, þú ert bara allt sem klikkar. Það gerir það ekki. Já, hann hefur að klikka. Ég man ekki eftir því. Já, þá bara fjöllum við ekkert það. Því að þá talar hann ekkert það. Já, ok, en ég man allavega ekkert eftir einu akkurat núna. Nei, þú manst bara eftir góðum hlutunum hjá þér. Nei, ég er að segja, ég man ekki eftir einhverju sem ég var búin að spá og það klikkaði. Ég man ekki eftir því. En þetta er ótrúlega vel kallað hjá þér og líka stuttu tími. Hvað í anskotan gerðist þannig? Þú voru skellbrónsnir fyrir 2 vikur síðan. Já, Ertu með búin að leysa það blóðið eða? Nei, það er ekki komið neitt það. En þau ætla bara góði vinir áfram. En svo er Kim Kardashian, hún er brjáluð út í Kanye West því að hann falsaði dánatilkynningu eitthvað á Instagrami sitt en tóka svo strax út sko. Hann er hann falsaði að hann var í dauður. Já, þetta er Kanye. Já, hann er eitthvað Hvað er í gangi? Bara gera óvið þess maður. Þetta er svolítið erfitt að horfa á þetta. Já, þetta er líka bara hún er bara föst með hann sem eftir er. Það er alveg að ef að Kim Kardashian byrja með einhverju nýjum hann verður ekkert sáttu með það heldur. Hann er bara með eitthvað eineltis case á sér hann sem eftir er heldur. Það er náttúrulega má ekki gerast sko. Nei. En já, þau slúta, eru vinir. Já, segja það ekki allir. Já. Ég meina, akkur ættu þau að vera ykkur óvinir? Er þetta ekki bara, ég meina það, slúttuðu ekki bara? Bara, við má alltaf steina með þetta setna. Já, ég meina, svo hefur hann kannski, þú veist, bara ekki höndlað þetta sjálfur. Það er búið að vera mikið álag á mann. Já, Vægasagt. Og henni náttúrulega líka þetta er bara þetta er búið að vera bara sirkus sko. Ríkalegur sko. Þannig að það er ekkit skrítið og hægt saman. Þannig að þú hafi kallað það Steindi. Ég veit ekki hvort þau að hrósa það fyrir það. Ég held að flesti vita það bara. En vilt að ég kalli næsta skref? Nei, ég vil að þú kallir eitthvað sem stemmst eins og þú sagðist alltaf taka 70 í bekk og vinna Egil í hlaupinu eitthvað svona. Hvernig var það eitthvað því myndi standa? Já sko, en máli er að það sem að tengist þér sjálfur. Það þýr að rakka niður The Oracle Já, ótrúlega naskur sko. Hvaða par er að hætta saman? Ég ætla að breyta $1 í 2 með það sko. Nei, ég ætlaði svona að spá fyrir Kardashian. Vil ég gera það núna í lok þáttar? Bara í lok þáttar því að ég ætla að enda slúðrið á Ég er með rosalegt fyrir hann Trommar af Mötley Crüe. Við opnum þáttin alltaf á Kickstart með Hart sem er Mötley Crüe. Tommy Lee hann setti mynd af hann var nakin á Instagram. Hann tók hann að reyndur út því hann vildi ekki láta að loka Instagramin á sér. Hann var bara með titlingin á sér lafandi á myndin og hérna er myndin. Það er búið að setja svona svart yfir þetta. Ég veit ekki á hvaða stað hann er í lífinu kalli. Hann er 59 ára vaknar einn daginn í sólinni og tekur mynd af sér allsbyrjum og setur á Instagram. En er það ekki bara að hann, veist, nú er hann í öllu mainstream media út að setja penismynd inn og... Já, ég meina það eru örugglega verið það sem að hann hefur vantast smá athygli eða eitthvað. Já, hann er bara sko. Hann ákvað að vakna bara og smendleitni og hendi Pamela Anderson kommentaði á myndina og ups, yeah, we're not buying that either, segir hún og þetta, ég veit að þetta er svo stórfurðulegt. Já, það verið kannski komið að síðan hann þegar hann neldi það sinn. Já, hann var í pottinu, nú þú úr einu hérna og okkur sem átt heitan pott. Þetta er eitthvað sem við getum séð þetta inn hjá þér Steindi, einhvern flippið þarna upp í Mosó. Nei, það er ólíklegt, eða ekki? Jú, maður feir bara í skílu. Ég held líka hann hafi verið að gera þetta til að monta sig. Hann er náttúrulega hann er vaksin ágætlega niður. Mér minnir ég að við séð þetta vídjóðum 97-8 mér minnir einhverja að lána mig það á spólu. Það er glæsilega lim. Já, það verður að viðkynast. Ég meina, akkur má hann ekki hann er bara að vilja minna lið á það held ég. Má hann ekki bara vera stoltur af því? Já, hann kannski sleppaði að setja á Instagram. Já, það er ekki með börn úlinga sem er að elta sig sko. Já, það er náttúrulega ógeðslegt. Ég var ekki svo búin að pæli því. Það er agalegt sko. Það er mjög skrítið að setja þetta bara beint á grammi. Og svo er einhver vini hans að reyna að gera eitthvað gott úr og svo flippa með þetta eitthvað, ég veit ekki. Það er erfitt að gera gott úr. Já, einhver comedian Ryan Sickler, hver er það? Hann setti hérna does the camera add 5 LBS, hvað er oftur LBS? Pounds. Pounds. Það tala þyngdin á limnum alveg. En hefði hann ekki frekar átt að opna bara OnlyFans síðu?
Þá veit hann fólk getur bara alveg grætt á því. Já, það er bara 100%. Já, herra, Free cash. hætt að ræða Limann Tommy Lee og fara í auglýsingar. Þetta var slúðupakki dagsins. Man Þetta var bara nokkuð góð. Jú, flottur Frábær, já, ég var stoltur á honum. Svo er það þekkið ekki nýju liðurinn að Steinda og fleira. Já, mávar. Þetta er Jói P. og Páli, ekki Jói P. og Króli. Þeir eru vist koni í pásu, drengirnir, eða fara að halda eitthvað loka tónleika. Las ég eitthvað Já, ég las það. í bili. Gaman með okkar mann Jói P. og Páli. Já, ég Það er topp maður, hann með okkur í Kulbettferðinni. Já, í Íslandi. Og ég gamlaði með þessi manni í 12 klukkutíma bara í röð, eða straight, og satt bara á rullunni. Já, ef menn geta gamlað í 12 tíma og haga sér, þá veistu út með toppmann við hliðina þess. Já, þetta var geggjaði Það er hins vegar, ætlum að fara oftast fyrir ég þekki ekki á þessum tíma dags, en við ætlum að fara í nýja liðin. Steindi með nýja lið. Við erum forvitnir bara hvað er að gerast þarna. Það er ekki búin að segja okkur neitt þetta. Já, þetta er dagskrárliðurinn mávar. Og þú veist, eins og það hefur náttúrulega ekki farið fram hjá neinum, það er máva pláa núna. Já, það er ekki farið fram hjá mér, en ég vissi bara ekkert hvað verið í gangi hérna. Nei, það er pláa. En sko, málega ég er með kenningu. Og þegar þú sagði sögu í blöðkastinu eins og sem kannski einhverjir hafa heyrt sem er að hlusta núna. Já. Það sem að Hvenær réðst aftur máva? Það er nokkru mánuði síðan. Sko, það gerist fyrir mig. Það er bara sönsa. Ég var bara heima, þetta var meðannótt. Já, kannski 2-3 mánuði síðan. Það var ekki sem máafláða. Kúkurinn fór í viftuna eftir þetta moment. Já, þetta byrjaði Þeir að vera skipulegja the coup þarna. Já, það er búið að vera. Þeir sáu bara, hörðu, þú veist, humans eru ekki vesen. Ég var að taka einn auðmikið Mosó og pakkunum saman. Ég lendi líka, ég var að grilla og þá var ég með töngina í svona slá einn í burtu, sko. Það er orðin svo kræfir, sko. Skari glemdi steikonu sínum á grillinu. Já. Og það var eitt sem kom og flög með og tók hana. Þannig að marinerast í eitthvað sólarhing. Hann bara stalinni. Þetta eru álur vesen. Þetta er rosalega, sko, strákar, ég var sofandi heima hjá mér. Já, kottu með söguna með aftur þegar það pakka saman á mál. Hvernig var þetta? Klukkan hefur verið bara svona 4 nótt og ég heyri bara svona læti fyrir utan svefnherbyggið. Bara, þú veist, svefnherbyggis hurðina og klukkan. Bara svona, eins og einhver segja, hlaup í garðinum. Sem hefur komið fyrir af því að það hefur verið þannig að það hafa stundum úlingar stytt sér leið og einu sinni var ég með þess að í pottinum meðan nótt, ég fer oft ánga til að svona reynsa hugan eða brainstorma eða leysa eitthvað og ég svona var hérna 2-3 nóttina og þá er bara eitthvað par sem er eitthvað koma hérna niður og er að fara í gegnum garðin og ég bara, heyrðu, getið eitthvað aðstöð ykkur og veistu hvað þið sögðu? Býtu, þetta Steindi eða? Já Hvað ert þú að gera hér með nótt? Bara í pottinu Ég bara, hvað eru þið að gera í garðinu mínu? Með nótt Já, heima henni Já, svo sagði ég bara í megi fara núna en svona, please sko Nú varst það góður Nei, ég sko megi fara núna Ég er onni í pottinu Þú getur ekki hvað ætlar að try to be tough þar Það er eitthvað, krakkar, hætta þessu Þetta er eins og í stæli Ollu það var með grill Eftir svona típan ef ekki með bolti í garðir þá sprengir hann Nei Þetta er ekkert leiðilega nágrann Leiður bara fólk að labba því gegn Nei, þú veist, ég vil það heldur ekki Þú heyrir háa það eins og þetta sé úlingur Ég heyrir bara svona eins og það sé vera hlaupir og þá var ég bara svona, heyrir, anskoð, mikið læti ég er með krakkana og allt þetta, sko þú veist, og ég ætlaði bara svona að fara fyrst heyri ég þetta og bara, hvað er þetta maður svo heyri ég þetta aftur og þá er þetta greinilega máfur sem er að blaka vangjónum þú veist að mávar eru fokki stóri strafga, sko. Þú veist, ég er að segja ykkur, það er miklu stærra heldur Við höfum séð mávar Já, þeir séð hann út fjarlægt, sko. og ég er málegur, ég er rík fram ég er bara svona, heyru, enough is enough þar fekk ég það, sko Já, af því helst þetta væri Já, það láta einhvern heyra og ég opna hurðina alveg upp á gátt, sko þá er máfur alveg uppið hurðina bara, þú veist, ef ég opna hurðina og ég lít bara niður og hann er eiginlega inni hjá mér og ég bara horfi á hann þetta var eins og pelikani ég er að segja eitthvað, þeir eru hjút, sko, strákar og allavega sumir, sko og ég horfi bara á hann og hann horfði á mig og ég horfi bara á hann og hann ætlar ekki, ég hef eðlileg viðbröð og bara opna hurð og hann bara farin, sko hann fór ekki eitthvað súss eða eitthvað Jú, nei, fyrst sagði ég, þú veist, ég horfði á hann og ég bara hann fór ekki, horfði bara á mig og ég bara enda með, ég lokaði aftur og ég bara, hvað er þetta maður hvað kjafta er þetta og ég opnaði þessu gluggan þá sá ég bara ón á hann þú
þú veist, hann er svo stór, hann náði næstu inn í glugg og ég horfði inn, þú veist, glugginn er bara í svona Hann næri ekki upp í glugginn er svona í mittisæð hjá mér, eða bringuhæð Hann næri ekki þangað Já, þeir eru ógislega stóri Þessi var kannski óvinnu stóri Það var eitthvað risa mál og þá var ég sjú og gera eitthvað svona setti gluggan svona fram og tilbaka svona búti smá svona læti Sigrún bara hvað er í gangi hérna maður og ég eitthvað máfur hérna maður og eitthvað vesendast í þessu og hann fór bara í og ég bara lagðist upp í og ég heyrði hann já, ég er að gleyma, hann var líka að lemja í glerið með gogginu svo eins og hann var bara banka og ég var bara, þú veist, ég fór bara upp í og svaf alveg illa út þessu því að hann var bara Hann þungast upp, já ég gæti ekki farið út, ég þorði ekki út það er bara að vera reynskil af því að þeir eru náttúrulega með þetta ris og skokkurinn á hann var bara, þetta eru kvikindi sko. Þetta er málega að það sem gerist þarna að það mættust hann face to face í stare down í rauninni og hann pakkaði stenda saman og þarna var ekki máapláa síðan hefur hann bara farið að flögra síðan fór hann Mosó, ég verið í Garðabæ bendur góða Íslendingar eru álur haumingjar sko ég var að taka eitthvað gæð og pakka saman í Mosó og eftir þetta hefur allt farið til helvík en mánuða Garðabæingurinn, hann veit ekki hvernig komin út í sko I faced him Nei, þú gerði hann að ekki Akkur íttir ekki í hann með löppinu til þeim Ég myndi aldrei, sko, þú veist ekki þú heldur þetta sé svona að þetta er eins og bara stór önd eins og á tjötninni sko. Þeir eru hjúts miklu stærra veldur Heldur því alveg ég myndi ekki þóra að taka löppin á hann bara svona, aldrei, af því að ef hann goggar í þig það er bara, þú veist, alvöru skurður í leggina þig sko Jó, ég er að segja það en Garðabæingur veit ekki neitt sko því að þetta er þeir eru í alveg vesinni sko En hann er ekki búin að ráðast hann þarna í Garðabæi Var það ekki? Var hann ekki byrjað Jú, hann þeir eru ráðast á börn og dýr Ok, það er eitthvað aðlægt og og síðan eitthvað verið að ræða eigum kannski að stinga eggin hjá þeim eða eigum bara senda eitthvað með haglaran og taka kannski 50-60 Eru ekki fríðað þeirra? Ekki mávar, það er svo fríðar ekki Máttu skjóta Fljúandi rotta basically sko Máttu ekki skjóta má? Jú, þú mátti skjóta má Sko ég Ég er held ekki sem er byssuleg Nei, ég held þú meira alveg bara ekki vera með byssu úti á nóttina að skjóta út En máli er bara að stendi kom Íslandingum í þetta vesum Hann horfði bara, þetta er ykkur mestu auðmikið síðan Hann hefur látið alla vita Við erum safe Þetta var ekkit vesen á það, ekki neitt Var ekki má að pláa hana Þetta var mjög skrítið sko, ég var heil lengi að hugsa bara, var þetta draumur? En þetta var bara, it happened og þetta var mjög skrítið dæmi sko því að Það var ekki trættur við þig, ekki neitt Lættur ekki líki mávi Keflavík eitthvað? Veittur ekki mávi eitthvað djöfulinn? Jú, það var þegar makríl æðið kom og allir voru að veiða makríl Það kom eitthvað máv Ég hef aldrei veitt fisk sko, það kom í fréttunum bara, það er fullt af makríl núna komið og þeir voru komnir í höfninu á Keflavík og allir Íslendingar, eða þú veist, svona flestir fóruð þangað og það var röð lið að henda yfir hvern annan bara með, þú veist, og sumi voru með 10 öngla á bandinu og allir bara hendu veittu svona 10 makríla og ég veitti engan sko ekki neitt, það festist máfur í ginninu hjá mér Já, það er pest líka Já, þú veist, ég var bara með máf sem flög þetta framjá og hann festist og þá þurfti, það er ógeðslega skrítið dæmi sko og það kom að einhver alveg kallmaður og tók að mig stöngina og var að leysa hélt honum niður, hann var að æla á fullin sko og hann var að leysa þetta og ég stóð bara, hvað er þetta maður, bara krakkar inn í bíl og bara let's go En þú ert ekkert að fara í Garðabæ næstunni sko? Nei, Garðabæ, ég reyndi að bjóða þar í 10 ára, það er topp bæri Já, flottu bæri, það var eitthvað fælast sko. Ekki miðri má að pláu sko En, ok, byrju, erum við þá að fara í mávar núna? Já, og síðan þurfum við að fá mávasérfræðinga, fuglasérfræðing í blöðkasti, við þurfum að fara að velta steininu með þessa pláu Það fáum kannski á hreint hvort að Steindi hafi skitið á sig eða hvort hann hefði bara átt að taka smá kúst og segja sérfræðing, hvað átti Steindi að gera í þessu viðaðstöðu? Ef var einhver að hlusta þetta núna, getið sendt okkur á Instagram og bent okkur á hvern máasérfræðing Hvað er mesti fuglasérfræðingur á landinu? Ég held að sé ekki búin að segja að við séum máfunum Nei, það var skrítið Bara fuglafræðingur Ok, en byrju, hvað er eitthvað sem við höfum að gera eða hvað gengur þessi liður? Ég fekk í dag bara starfsfólk hérna á hæðinni til að syngja lag hérna Já, það er trailer Það er trailer sko, mér fannst þess að þetta maður koma með nýja lið Ég elska að setja með trailer Er það ekki? Herðu, hann er 3 mínútur Nei Það er bara mín lengt Nei, ég er ekki bara að spila hann allan þá Það getur ekki verið Nei, það er bara Hér stendur 3.06 Það er bara eðlileg trailer lengt Nei Já, en byrju Hvað var það mínútu? Nei, byrju, hann hlýtur að vera bara Ég held hann sé bara, hann á að vera í 20 sekúndur Já, ok, þá er þetta bara undir Hlusta bara hans á þetta Nei, ekki bara Nýr dagskrárliður F95 blöð sem heitir Mávar og hér kemur trailer Þetta er skemmtileg dýr
Að þetta verður undir það bara Ég vissi Er ekki nóg eftir á þessu? Jú, ég hafði aldrei heyrt þetta lag Þetta var að lag Ég hafði ekki heyrt þetta fyrir núna sko Shit, hvað þið fyndi lag maður Þannig að lagið á að vera undir í dagsjölunum Já, það er ekki bara Sett hafðu það undir, þetta er 3 minúta lag Þetta er bara beint á Spotify, máa Besta lag sem ég heyrst Heyrðu, hérna Þetta kom svolítið óvænt sko Því að ég vissi ekki Það var búin að vinna þetta lag eitthvað meira Þetta er gott lag Ditti okkar maður Þetta var rosalegt lag, takk Ditti fyrir að gera þetta og fólki sem söng með mér Þetta, mér þykir mæntum Ok, en Og sko, hvað en er hvað- þið að fara að gera eitthvað í þessu lið? Já Ég ætla vona að þurfum ekki að gera þetta Þetta er ekki bara sem þú Jú. gerir og við hlægjum Nei, þetta er spurningakefni Ó, máa Já, þeir Ok. eru þið shit núna Herðu, ok Fyrsta spurning, ef ekki hækki lægina maður, mávalæginu Herðu, fyrsta spurning Hefur þetta er já og nei spurningastrákar, þetta er þægilegt Það er bara já Maður eða á nei ekkert að reyna að vera sneggri en hinn Nei, Nei, og ok, ég Það er held gott, að það er ekki þetta- stress Nei, Blöður er nei. líka það ekkert aðeins snöggur sko Við erum bara slagir Ok. Og þetta Það er er bara það, líka svona bara svo aðalega garbæningar kynnist máður ok. Vitið hver er Það vona garda ekki að sé að hlusta Já, herðu, hefur máfur Geti Þetta lag er rosalega Besta lag sem ég heyrst, Geggja lag. Hefur máfur geti rottu Já, Hefur máfur já. geti rottu Ég segi já Það geta allt sko Ok, þú segir já, ef það er að tala um heila rottu sko Já og já Já Það er hár rétt og ég Og sko róttur eru ekkert aðeins stórar Og ég googlaði þetta og það var hérna hún Alison Reyes sem var í Notting Hill hverjunu í United Kingdom sem var vitni af nokkrum seagulls að hérna borða rottur. Í bara Það er líka máavesen í Notting Hill eða? Já, greinlega, og þetta gerist árið Það er ekki 2000. Það er eitthvað dýrt hverfi líka Já, heyrðu, Þeir elska cash Já, Já. þeir targeta dýrukverfin sko. Já. Já. Og Þessin þetta er þið í Garðabænum Þetta var 11. júli. En hvað var hann að gera í Mosó? 2020. Það fór þetta í dýrasta húsið í Mosó Fór parkað Það er ekki flókið síðan að fóra beint í Garðabæn Herru, settið lagið á aðtöflöð. Herru, Þetta var hann hefði á steinda Það var engin annar í Mosó sem að sá máð herru, hætti þessu. Þeir elska pening maður Herru, þetta er ekki. En byrjuðu þar Já, ok, það er eitt eitt Það verður bara Það er rétt svar hana Herru, tilbúinir í... Hvað er þetta margar spurningar? Þetta er bara 3 ár. Já, ok Þetta er bara Ok, þægilegt, sko. já, Strákar, þetta er bara nýlega Og sem líka má- já og nei spurningar frábært Mjög þægilegt. Já. Herru, seagulls. Við erum að tala um seagulls og Steven Seagal já, geta seagulls verið gay? Akkur segir ekki mávar Mávar, Já. geta mávar verið gay? Samkynniðir Já. Þú verður svo íhild Getur ekki tala íslensku hérna Jú, ég bara, þú veist, ég er náttúrulega búin að vera að þýða þetta allt saman. Ég held að Nei, þú ert ekki búin að vera að þýða þetta. Ég held að öll dýr Já, séu einhverju af þessu er gay Ekki bara Já, ég Ekki myndi- bara maður all, já, Svar mitt væri alltaf já já, þið hendi báðir í já. Já Ekki bara mávar, það eru bara öll dýr Já, rétt svar er já. Já. Þeir geta það og, Þetta verður 3-3 og Og það er háskóli, líka að já við öllu ég ætla að segja ykkur betur frá þessu líka. Þegar ég er að Það hlýtur að fræði vera með nei í þriðju sko. Sko, strákar, ég Annars er ekki að- já, já, Annars er það já mjög vitlaust. Ég er að fræði Ég segi ykkur. nei við þriðju Strákar, ég er að fræði ykkur. Ég ætla að heyra hana fyrst áður ég Já, segi en það var háskóli sem sagt sem hérna segir að það er 14% af öllum kvenkins máfum eru sem sagt lesbians stendur þetta og þetta var könnum frá nóvember Hvor er aggressívari? 1977. Hvort er kallkinsmáurinn eða kvenkinsmáurinn aggressívari? En það getur komið í næstu. Þetta er Það er næstu það? Já, þetta er ongoing liður. Já, Hann er ok. bara Hvað komið ætla að að vera vera. með þetta okkur í föstu deg? Já, Meðan að máapláan er Já. Þá er þetta fastur lið Já, ok, þetta er vika Nei, ég Sko sko haldið þetta verði eitthvað langt um á vetur Já, sko, ég meina, mávar. þetta er esculating Já, þetta er nefnilega orðið nýtt dæmi og málega er að þetta er dagskóli sem þið mávar. Ef Þetta það er er eitthvað moldríkt lið að hlusta Passið ykkur Sko prófa Þeir bara eru að koma til kíktu ykkar Kíktu bara í Garðabæn, bara ganni Já. Taktu þau rúnt þarna Já, Ef þú eða þorir. húsið hans steinda Já, já, En þriðja spurningstrákar og hún hljómar svona: geta mávar spilað skák? Já Já, segir blöðurinn. Sko, þetta meina veist, þeir geta ítt köllunum og gripið hann og getið kall Já, já. Þetta er ekki gáast í fugliheimi, sko Þetta er ekki hrapp Nei, Þannig að sko, ég segi nei þú segir nei. Rétt svar er
Nei! Egil tekur þetta 3-2 og ég, sko, ég Erum við vel heimskir? Ég fann ekkert um þetta á Google þegar ég googlaði Nei, hvort að ég Sigurds hélt getur bara- spilað skák Ok og Ég vann Já, ég er til hamingju Hann gæti gerð mig já Nei, geta- hann er ekki það vitlaus En herru, af því að þetta er í fyrsta skipti sem máarliðurinn er Já. Ég finna að vera virtur Já, ég er mest að gegja Þetta er rosalega Trailerin Fyrst er var að besti trailer sem ég hef hefinn heyrst Og líka bara svo gaman að læra eitthvað dýrin Og þetta er náttúrulega dýr sem Við við erum með viljum fleiri læra máaspurningar næst Það Já. getur með alveg verið 5-6 þess vegna Á ég að fjölga þeim Nei, fyrir árið flott En herru, áður en við endum þessa innkomi hérna, drengir Ég vil enda á þessu hérna Nei, betur, getur þú spila aftur lægi? Já, Málalægi þetta kemur það. Já. Endum á þessu. Ég verð að heyra Það aftur er þetta í spil Stærsta popstjarnar heims í dag, Harry Styles og ég fíla hann, næstan töffari Mest þetta geggjalag As It Was Hann er langstærstur að úr þessari hljómsveit, One Direction eða ekki En Jú. voru það samt allir búin að fara á ekkert solo og feril og gengja ágætlega En hann er svona, eins og ég segja, he's got it sko Hann er með eitthvað X-faktor Já. Það er stappað á öllum tónleikum hjá honum og Hefur hann komið hérna til Íslands að spila? Nei, hann hefði ekki komið til Íslands En var í köpnin daginn Þurfti hann eitthvað að fresta tónleikunum hans út af hann Var eitthvað skotár og svona í mollinu En herðu, nóg það Sko, ég var að spája að fara í annan nýjan dagskrálið En ég ætla svona að leifa ykkur að meta það og hlustundum Hvort þið sjánað með þetta Ok. Ef við værum með á svona 3 vikna fresti Dagskráliðin Blast from the Past Og að því ég fekk senda hann geggjan lista Yfir mjög fyndin atriði sem að það sem ég ætla að spila núna fór í lofti 29. mæ 2013 Það er rúm 9 ár síðan Það er rosalegt Og þá vorum við Sveppi alltaf á þriðutum Og vorum með dagskrálið sem heitir Stigagangurinn Og við gætum þetta bara hendin í hann stigagang Við hefum ekki tekið það lengur Já, ég finnst þetta ógeðslega gaman sko Ég náttúrulega var byrjað að gera þetta bara í Eyjum á leiðinu og dalnum Þá var ég að horna að syngja hérna í heimamenn og félag mig á baku bíla með einhverjum Það var ekki fyrir unglingum neitt og- útar Nei, það var ekki fyrir útvarp Ég er alveg til í það, stigagangur Ok, en það sem að gerist er að við Sveppi, ég ringi í konu og er að reyna að kynna mig en ég næ aldrei að kynna mig því að hún heyrði aldrei hvað ég sagði og ég er að spá, ég maður sjá, nú er ég bara að lækka þetta hér, já, ég hækka hérna og hérna er það Blast from the Past stigagangurinn Kitty Baldarinn að koma sér á stigagangin, tjekka maður sem Lax Já, og missan. Halló. Já, komdu sæl og blessu, Kitty heiti ég Balda og var að flytja hérna á stigagangin hér veitu, hver er það? Kitty Balda? Ha, Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna á stigagangin veitu það? Veitu, hvað segir þau? Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna á stigagangin hér Í stæðinu? Nei, stigagangin Ha, Ég var að flytja hérna á stigagangin hér á ég að flytja stæðinu? Ha? Veitu, hver erstu? Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna á stigagangin hér Úti í bíl, úti? Hvað segirðu? Ég fann ekki hvað það segir. Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna á stigagangin hér Ha, Ha? ertu út að sögurferðu? Er þú út að söguferðum? Nei, út að ferja ertu. Út af hverju? Ég var bara að flytja hérna inn á stigagangin Herðu, viltu ringa í heitt númerið mitt? 5. Gerðu það Bæ Þetta Við erum að lendi Þetta er rosa. algjör högli núna maður Hver var þetta og af hverju var hún svona? Þetta er Kitty Bald hérna. Halló, Þetta er Kitty Balda hérna, ég var að flytja á stigagangin hér út að ferju. Já, einhvers staðar þarf ég að búa Ha, Já, einhvers staðar þarf ég að búa veitu við hvað það tala? Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna En út að ferju þetta ringa, segir þau. Ég var að flytja hérna á stigagangin Ha, Ég var að flytja hérna á stigagangin er það tala um stæði? Það er alveg enkanlegt, ég heyr ekki það. Ég var að flytja á stigagangin Á ég að fara af stæðinu? Er það tala um bílinn? Nei, ég er að tala um Kitty Balda Flyt í blokkina. Ég var að flytja hérna í blokkina til Herðu, Já, af því ég næ ekki hvað það segir. nei, ok Þetta er Kitty Balda Já, og var að flytja í húsið. nú svoleiðis. Mikið er í næði Ha, og alltaf að flytja í húsið. já, Okkar hús. já, í stigagangin En hérna, vantar við hvað? Nei, ég er góður bara Er ekki allt í fínu? Jú, bara, ég hérna byggðist afsökunar Ég ætlaði bara að kynna mig Ha, Já, glæsilegt, ok, bæ
Glæslegt Þetta er ekki aðeins að fyndi, hvað er að Þú gera? er aldrei heyrst þetta Já, ég er bara, shit hvað það fyndi, það gerist það Hún náði þess ekki, hún heyrði ekki í þér. Nei, hún var svo geggjuð líka sko Sæði svona 200 sinnum Já, en geggjað. sko Og ég færa bílinn úr stæðinu sko. Hún sagði það eins og Og ég fekk lista yfir helling af svona Ég var búin að stengleima þessu Þannig að ég er ekki bara sniðugt að vera með á svona 3 vegna fresti Blest Jó, reyfum upp þessa veislu Já, til ég að þetta var fyrsti liðurinn í Blast from the Past Hér eftir smá stund er þekki eða ekki Það er Rikki út að hlusta Ég verð bara kvart á þetta lag maður Þú var leiðilegt að lasa í Þú varst ekki þegar hana. Góður maður First class með Jack Harlow Richard þarf að rífa sig í gang Já, ég meina það er samt fullt að liði sem er að hlusta sem að fíla þetta kannski en Ég var að fetum alveg Richard aðan Já, hvernig Kom gekk það? svona í kemur alltaf einu svona ári eftir sumarið og síðan kemur líka oft fyrir sumarið Já. Það kom bara vel út, það bætti bara á sig ykkur 14 kílóum frá apríl til ágúst sem er reasonable með að við Richie Bætti hann á sig 14 kíló Það var 83 í apríl, það var 97 á hann Það er bara sem ég heiti bíl Já sko Er það ekki trónaðarupplýsing? En ég sko Hvað, máttu vera að fara með þetta í út Nei sko Þú ert að fara að fá þetta skilabóð frá henni núna sko Richard er stemningsmaður sko Já, já. Hann er reynda að eiga það, svo fer hann í gang Það og veit rífur þetta. allir íslíkar hvernig Rikki er með ræktina og svona Hann er svona skólabók dæmi hvað þetta ekki að gera Hann er all in, all out alltaf Já, hann er bara, þú veist, ég mælum að fólk gerir akkurat öfugt og það finna það svona milliveg og halda honum year around, sko En samt, hann nýtur sér, þetta er eins og Steindi segir bara borða og gera það sem hann vill Ég hugsa, sumarið sér upp á stíminast Rikka Ég meina, Steindi borður að gera þess að vill Hann setti ekki 13 kíló á sig og 3 mánuðin, sko Nei, Það er Rikki Ég reyndi að gera það ekki en sko Ættir Rikki sens í svessan þegar kemur að, veist að jójóast. Já, Ég Svessi er alltaf búin að vera hér aga núna Dætti í keto og low carb og hann er komin í heldur gott stand, sko En já, svona skamtastærðir já Þá held ég að Svess og Richard getur verið örgulega bara, kannski ekki Sverri myndi pakka hann saman En Rikki er close second Já, Málið er að þeirra vann með þetta bara svo miklu kostið við þetta maður. Þú veist, mér er aldrei kalt. Aldrei. nei Ég er frekar mjúkur. Við fórum nú Gott að knúsa kallinn. Við Já, fórum mjög gott að knúsa þér. Fórum að skemmt í gerð og fyrsta sem ég spurði hvað ætlar bara að fara á bollunum og sagði, já, mér er ekkert kalt Nei, ég fór bara á bólum. Ég er mjög heppinn á lífi í dag Nú, Og það ég er mjög oft í Netto hérna upp í Kórakvöri sem er heima, sem er bara rétt hjá mér Já. Já, Ég var er þar keyrt allan- inn þar? Ég er allan daginn þar, basically Nefnum ég var akkurat ekki að ná þegar kona keyrði í gegnum gluggan og sko gegnum bakarishotniðan og brauðhotnið og allt það alla leið út í enda og enda í græmmetistildinni sko fórum alveg inn í búðin Já, veist, Bíddu, hvað þetta var ekki hálfur inn á gluggan og búið gegnum gluggan, gegnum bakarið gegnum spila seksjónu og það allt og enda í græmmetin Var hún reyðið við verðum eða hvað? Já, voru Var þetta statement eða var það slís? Þetta var slís, þetta var eldri kona sem greinilega bara já, ok Það fyrir ekki að grína því Nei, gerum ekki grína því hún er örugglega Eitt bara- á bensíngjöfni stæð Og það sem gerist oft er og þetta er ekki fyrst sem þetta gerir þá er líka kyrtin í Ara sem er sportpöð bara á hliðin á Netto og ég er að velta fyrir mér hvað með að hafa stæðin ekki uppi búðina það sem er gler og þetta er alltaf að gerast Já. Alltaf að gerast það kannski fullgur og akkur er þið ekki bara hinum einn það sem er snúað grasinu Já. og þá kemur ég gegnum og segjum ef þú veist, ég hef verið í bakaristildinni hann á mér í kleinurring sem er ólíklegt og keirtiði mig þá var þetta búið En þannig að það var engin fyrir þannig Þessi Ég átti eftir að lesa betur þetta fer, það var á döðum tíma en greiði konan átti sjokki en Sko félagi minn lenti í þessu. Hann stoppaði fyrir utan sjoppu í Mosó og þá var hann á sjálfskiptum bíl og gleymdi að sitja í park. Þannig hann stoppa bara, svo fer hann inn og er að versla, svo er bíllinn bara mjakast inn í, bíllinn kom bara eftir honum, bara miklu hægar. Hann eitthvað, já, ég ætla að fá hérna hefur, svo bara í bíllinn bara á leiðin inn, bara á svona 5 km. Það var rosalegt sko. en síðan eitt sem við okkar spjallum hafið þið pantað leigubíl með hreyfilsappinu Nei, jú, Rakel, kona mín, en ekki ég er ekki með það Já, Rakel pantaði einu svona fyrir mig mástu því ég var hjá auðvitað þeim. En martur að fá leigubíl í dag Það er ekki hægt að fá leigubíl í Þurfum að dag. fá Uber til Íslands Já, Það er ekki hægt að fá leigubíl Það er að tala en leigubílstjórar eru ekki hrifnir að þið sko þeir eru í stríðið við Uber sko en sko ég Er ekki appið sniður, þetta app er svona eins og það hafi verið búið til 1983 sko Nú, hvað er það lélegt? Já, sko þetta er svo steindi að við hendi app heima á sér Já. fullur Okay, ég ég var þetta séð svo Sko, ég myndi passa mig núna þegar
ekki nafnið þetta á appinu? Þú farið aldrei leigubíl Ég nota þetta Ég er ekki þess að Ef það er eitthvað reyflega að hlusta Ég tek ekki undir þetta Sko, ég tók flotta Ég finnst þetta frábært að Eins og staðan er núna þá var bara eitt bíl á heimilinu Ég tók leigubíl hingað á hann Þannig að ég er ekki bíl nú Og ég elska að reyfil sko Ég er reglulega með þeim Bílstjórnir eru frábærir Ég var að spjalla við eitthvað meistara á leiðin á hann Appið sucks Og þetta er bara taglega gaggrinni Hvað er að bögga þig með þetta app? Sérðu það? Ég ætti að tala lúklega Já, þú veist, þetta er stórt og klunnalegt Og séðan er ég, séðan það eru Segðum ætla að panta bíluna Stórt og klunnalegt, virkar það ekki? Nei, það virkar eiginlega ekki Segðum ætla að panta bíl, address Finding your location, ok, eat on my location Sér gerist ekkert Það breytist þennan 2000 metrar yfir 35 metrar Það er ekki hugmyndu hvað ég er Og sérna, get ég skrifað hvað ég er? Nei, ég get ekki gert það En hvernig sótti bíllegið þá? Þú veist að því að ég panta áður í Austurkór Þannig að hún finnur mig ég er heima Ég veit eitthvað annar staðar Það er ekki fræðilega að fá bíl sko Ok, verður að vera heima eða bara Þetta er slagasta app in the history of apps Og þá tala ég séð mörgu upp Ég er með svona 6.000 upp í símanum sko Ég endur Það er eins og einhver að vera að trolla Þetta er skoðun Egils Einarssonar en ekki Auðun Blöndal Það er eitthvað að hlusta Rólur að vera mikið sár út í það Þetta er það slagt app að þú verður að prófa það sko. Þetta er bara Þeir eittu 500 kalli í þetta app hreyfill sko. Ég reyna að forðast leigubíla Þú veistu hvað kostar fyrir mig? Forðast leigubíla, við tókum leigubíla mjög Já, ég veit ekki Fyllibittur þarf að leigubíla Ég hef ekki setið í leigubíl með neinum jafn oft á stendi Jú, kannski konum minni Já, ég er að segja, þú veist, ég leik mér ekki að taka leigubíl sko. Ég færi bara hausin og 0-1 sko. Ég býði Mosó Ef þú pantar Uber, nú er ég mjög virtur Uber Ég er með mjög há einhvern þar Ég er mjög almennilegu bílstjórana Nema þegar Mike far ekki lengur fram með mér í Uber Hann er dónalegur að tala hátt Hann keyrir einhvernum minna alltaf niður Uber og panta Uber Mér tengi kortiðinn Sér hvar bíllinn er Hann er núna á salakörnu Ef maður verið Uber í Íslandi Mér sverður það er 6 mínútur í hann Ég hef ekki hugmyndu hvar reyfilt bíllinn er sko. Þú farir skilabóð þegar hann er komið fyrir utan Og yfirlt kemur að seint og hann ringir yfirlt saman Er ég verið utan? Hvað er að því að ringi? Ég veit það En þetta á bara Kanski svolítið flókið svona árið 2022 Akkur sé ég ekki appinu hvar hann er Það flókið það En hérna Það þarf að ég Mér finnst bara svo að finna hvað þetta reyður út í Nei, þeir hafa bara sagt, þú eru strákar Hver er ódýrasti forritar á Íslandi Þannig að þið sérum upp Siggi, við erum í hann Ég var í brúðköpi á síðasta lögdag Og ég hringdi klón 1 í leigubíl Og þá er mér sagt að það væri allavega klukkutími Og jafnvel 2 tímar í bílinn Það er rosalega Það er skortur á Ég hringdi líka, ég hringdi í allar þessar þjónustur Skilju Það eru 2 Og hérna, já, eða þú veist En það eru skuttlarar það? Nei, ég hringdi, það var svo gestur í brúðköpunu á bíl sem skuttlaði mér Nei, ég er að segja Kongurinn, hann notar skuttlarna mikið Já, en Steindi tók nú skullara, við fórum til Keflavíkur einu sinni og Steindi græði að fara þar Já, og það var rosalegt sko Og ég hlustum á lögin okkar Hvernig ætlum við að leysa þessa leigubílakrísu Því að ég nenni ekki lengur að fara niður í bæ og fá mér í glas Ég kemst ekki heim, það er okkur vandamál Það er ekki bara sigur fyrir alla, bæði bæin og fjölskylduðina Við skuldum auðlýsingar svo er það þekkið ekki Þetta er Gunni Tóta, ég er með lagið Íslenska sumari Hann hefði mátt bæta við eftir á er viðbjöður Því að við fengum ekki mikið sumar í þóleiki, ég er að horfa á Instagram núna Kristoffer Dignus, góðu vinnur okkar allra Hann er í Danmörku núna og er 28. stegi hitti Það er sumar allstað, það er ágúst Það er 12. ágúst Já, með konsept sko, vera heima í júli og nýta íslenska sumarið í staðan að vera erlendis það plan backfired Já, það er bara eitthvað plan sem ég mun aldrei taka eftir Maður þarf að fá sól yfir sumartíma Já, sko, þú ég þurfa að fara eitthvað annað Danir eru hamingjusamasta þjóðið heimi Ég meina, það er bara gott veður allstað núna Það er út í að drekka bjór Það er eitthvað sem ekki líka sem er í Svíþjóð Man ekki hver var að henda ykkur einstað Það er bara geggja veður, það er allstaðar nema á Íslandi Já, það er bara hannig Já, því miður En við fengum eitthvað svona á að birta þetta Hún lét aðeins sjá sig En herðu, við ætlum að hætta að væla Maður þarf vel að vera bara eiga bara eitt kraftgala og vera í honum alltaf og sumrin, vorin, haustin veitum það, bara ein flík það er bara hannig Heyrðu eitthvað komið undir Ég er enda að fíla, þetta er oftast í byrjun þáttar eða svona þriðji liður hjá okkur Við erum aðeins búin að stokka þessu upp í dag Ég er að spá að gera það áfram svona næstu þáttum að Við erum ekki alltaf með það sama á sama tíma Skemmtilegt við þetta Klukkan er 20 minnir yfir 5 Já, ekkert
smá fljótt að líða hann Þú merti spurningakefnina og þetta, ég veit ekki hvernig náum að klára það Í meður Náum því alveg Jón Jónsson og GTRN komin undir með Ástinni Hrein okkar uppáhaldslag og uppáhaldsfólk Hvor er allar að byrja í dag, drengir? Og ég ekki bara að fara fram Þú ekki bara að kíkja á brendarinn núna Nei, ekki, bara velja hann. Ég var til að ljúka svo af Þetta er erfast í dagskóliðin, en samt skemmtilegur Ég sá líka Ívar Guðmunds frammi, ég ætla að hlera næst Það er vodka Red heilsa Bull. þeim mistara Herru, hann sagði mér hérna, ég hitt hann á göngunum í dag Hann var í vodka Red Bull í gær Já. Fór eitthvað út að borða það og eitthvað Sést ekki á hann Nei, Nei, hann er svo nýr Já, Verður ekki þunnur, það er óþólandi hann er rosalega En Egil, ertu tilbúin? Þetta er eins og Semi. alltaf 4 spurningar og þær eru þægilegar tilbúin. Já, ég Ok. fekk hjálp á Instagram Það voru erfið að síðast, þannig að gott að það sé þægilega nú Já, fyrsta spurning Og ég fekk þess að senda Hvað lætu þið líða eins og alvöru karlmaður? Eitthvað sem ef þú gerir So real man. Já, hvað svona Já, Hvað aðtöfni eða eitthvað Þetta má vera hvað sem Já, er já, já. Farið til að Og- hugsa bara, ok, nú líður mér eins og ég held að a sé real man Já, Ég held að sé Sko þegar að Hvor ég er ekki heima Ég er einn með börnin Og Aron sem er kræfindi lítið barn Nýbúin að hæja sér Hann er öskrandi á mig Ég er að skipta á honum Hann er spriklandi kolvitlaus Síðan er Eva með 6 vinkunum sínar í herbyggi Það er ekki en eðlur háaði Og hún er kallandi pappi, 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 pappi Og þegar, þegar litli Hann sopnar Og þá komið silence úr herbygginu hennar Og ég er svona hendi mér í sófan Þá líður mér svo real man Það er einhvern veginn Þeir eru einn með börnin það Allir bara. svo, einhvern veginn bara þögn Já, Komin í sófan A real man, takk ok Þú fattar ekki alveg hvernig þú ert að prófa að skipta á mínum Hann getur ekki verið kjur Það þarf eiginlega 2 í haldunum og Hefur skiptir þú séð Matteo eða? Já, sko Er ég ekki búin að senda En- privately video á Jú, hann? jú, Hann er guður En hvernig er að þú ætlar að skipta á hann? Já, þá þarf ég að rétta honum eitthvað dót og vona að hann sýni því áhuga í 30 sekúndur Já, ég er búin að reyna það trikk, sko Þá er það næsta Hvað er, já þessi er skemmtileg Því að kann að senda líka Hvað er lag ykkar Steinda? Hvaða svona lag tengir ykkur eða minnir ykkur á hvern annan Ég mun spyrja hann að sömu spurningu Hvað myndir svona, eins og kærustupur eiga lög Já, já Hvað myndir svona Hvað myndir segja að væri lagið ykkar? Hvað er lagi á þeir og Rachel? Ég ætla ekki að segja það En það er ekki frækt lag Það er Þú með, ógæst alltaf já, með John Legend Já, En ok. ekki hans þekktast Nei, lag nei. Sko ég held að svarið hérna Það er kannski svolítið skrítið Þetta er lagið hans, en þetta er samt lagið okkar Jammi kvöld er lagið okkar Því að þetta er þetta eitt besta lag sem gert við verið Ég kalla hann oft upp í DJ-settunum svona eins og þjóðuti þegar hérna, og spilur stera útgána að því Já. og þetta er svona, þetta er okkar shit í rauninni, Hann á eftir að fá stiga Hann á eftir að fatta þetta með gruna það sko. Flottit, já. Í Þannig niður. að Jammi kvöldi lagi Já, ykkar það er bara, það er rétt svar sko. Ert að stríðunum þú segir það? Finnst þér þetta Nei, besta ég er ekki stríður um eina sekundu sko. Þetta er þetta geggja lag Ég elska það sko. Ég er búin að syngja það svona 500 sinni með honum sko. Mér finnst það ennþá skemmtilegt Þá er það næsta Hvað er uppáhalds dýrið þitt í heiminum? Já, upp á stýrið þitt. Ég veit ekki hvort þessi hefur komið áður en mér fannst það náttúrulega skemmtileg og ég myndi ekki svöra um ykkur Sko ég bara er Ég veit ekki, weird Ég á ekki upp á hljómsveit, ég á ekki upp á lit Ég á ekki upp á stýr, ég á ekki upp á neitt Ég hef uppáhalds alltaf þessu Já, ég bara, þú veist Út að planta mig fram að sjónabík Tótt að dýrlust þetta allan daginn og alls konar dýr sko. En Það var eiginlega bara basically að segja svona hvað kom upp í Já, hugan ég er eiginlega svona með það Svona hvað ætli ég hort mest á Út að ég horfði mikið á animals Það er líklega annað great white shark Það getur verið háhyrningar Krókudíl og kóngular eða tígristýr myndi ég segja Svona ég er mestu tíma Ég er mest húgt á þessum dýrum Ég held að krókudíl fengi svarið mitt Það er eitthvað við hann maður Grimmur Já, rosalur. bara og líka Og líka krókurinn, krókudíl að síkið Reyns og risaðalur og Já Ég, sko, það er krókudíl eða close second tígristýr sem er svona mysterious dýr, sko alltaf alone, ekki svo ljón sem eru in a pack Og ekki The Wolf Pack líka og tígristýr er líklega fallegasta dýr í heimi Tígristýr þá Ég segi tiger Tiger, ok Ok, þá er það síðasta Hvað varstu gamall þegar þú fluttir að heiman? Það er bara damn good question, Dutch Fórstu snemma? Nei, Nei, Sko. sko Ítalinn ég var alltaf var í Kópavogi í Fögrubrekku Eru fóröldarinn ennþá þar? Nei, þau eru komin þau fóru í Baugakór líka og eru nú komin í Sunnursmára Sko, ég 2004 fær ég að leigja með partíhansa í Sterahlíð í Hafnarfirði Ok og hérna Þannig að þú ert 24 ára Já, þá? en svona, ég velta verið um hvað sé rétt svar því að ég er í Sterahlíðinni frá 2004 til Héta Sterahlíð Þetta er engin hlíð, við kallum það Sterahlíð Já, ok Hansi sparkað mér út í janúar 2006 held ég
Ég fer aftur í Fögrubrekkuna heim. Eða það í ár áður kaupið mína fyrstu íbúðu böðu okkur Já, 2007. þetta basically hvernig þú flyttur út. Þannig að þú ert 24 ára og ert svo eiginlega fluttur út 27. Vá, djúðlega svo gammal. Ég er farin Hvenær varst þú? 18 ára sko. Hæ? 18 ára? Já. Ég var bara einn eftir á króknum. Þetta er bara tiny little baby, eða hvert fórstu þá? Ég var bara eftir. Mamma og pabbi skilja og flytja sig hvernig í sögur. Yes. En Svo reynda fór ég aftur til mömmu. Þannig að ég líkti en fann þú keyptir þína fyrstu íbúð hvenær? Það er álkona hverfið ekki? Jú, 23 frekar en 4. Já, það er youngblood. Já. Herðu, 24. Já, ég held sér rétt svar. Frekar en 27. Já. Ég keypti íbúð í góður 2007. Rétt á hann allt fórin sharer. Hækka á henni. En ekki á erlendu láni sem betur fyrr. Nei, herru, Egill búinn Steindir hérna, tilbúinn að koma inn. Voru þægilegar? Varstu ekki ánægð með þær? Já, voru þægilegar. Já, þetta er ekki vesen í dag, Steindi. Nei, heyrðu, Já, ég var frammi bara svona að taka stöðu eins og maður gerir, var við prentaran. ekkert partí. Nei, ekkert partí. En vissur að það væri allt út í skápum þetta frammi. Já. Og ég var að kíkja svona í skápana. Fólk er með vítamín og einhverju með tölvu og einhver svona skrifstofugögn. Já. Erst þú með skápana? Ég þarf hann ekkert, ég vissi alveg af þessu. Já, en þú veist, já, geta allir notað þetta? Það held ég. Áttu þinn skápið? Það byrja ekki. Þetta voðalega fannst mér skrítið að komast þessu svona. Já, Ha? hvernig hefur þú viljað komast að þessu? Nei, ég er bara að vilja fá tölvupóst. Bara, Já. heyrðu, þú átt skáp eða þú vilt skáp? Nei, það er ekki sem að þú mátt bara nota hann. Þú Já, mætir það bara, ekki. já. Já, hlýtur það. Ertu tilbúinn? Já, Fyrsta spurning. Hvað færði þig eða hvað lætu þig líða eins og alvöru karlmaður? Fekk þess að senda? Hvað svona? alvöru Má vera hvað sem er, já, bara, veist, þannig að þið líði bara, ok. Svona, já. Like a real man, eins og ég sagt úti. Já. Ég sko mér líður nú sjaldan þannig sko. Það er máli. Já, þú veist, ég veit ekki alveg með þess að hvernig Ert þú? Já, þú ert aðeins meira auðmikinn í það. Ég? Já, ég held. Nei, ertu rugglaður? Hvað meinar þú? Það er bara ekki rétt. Jú. Þú getur ekki einu svona skipt peru heima hjá þér. Jú, ég get vískipt peru. Þú gast það ekki, það var svona myrkur heima hjá þér mástu í eitt ár. Ha? Hvað, 10 years á tökunum, hvað er að Já, gerast? herðu, sá sem að er hérna með Spotify þetta í gangi, Já. hann var að byrja að hlusta á það í símónu sínum. Veitu hvað, erum við bara Nei, inn á Erum við inn á Spotify bara hjá einhverjum öðrum? Eða? Já, hérna, en ég finn út úr þessu. Sko, Bara einhverjum? nei, ég seti þetta bara hérna, Já. 10 ára á tökkunum, Já. er að skila sér núna. Er það? Ég get alveg lofað Já, þetta. þú ert að finna út úr þessu. Já, Ég sé já. að þú ert að miljóna að laga þetta. Djúvillir ánað með. Þetta er komið hérna. Já, Já, alveg þú ert meira auðmikinni. Það er bara Nei, staðfest. nei, nei, Jú, nei, ég bara nei. tekið eftir í samband okkar. Já, sko, Það málið fer er ekkert á milli mála. Ég get lofað því, við getum einhvern tíðan tekið það. Við getum tekið það bara í blöggastinu. Við getum sest niður og velt steinu með þetta í heilan þátt. Fundið út úr þessu. En, já, ég held að sé bara þegar að ég hengi, eins og ég ætla að viðkynna það. Ég hef alltaf þurft að hringi pappa minn. Ef ég er eitthvað svona vesinast heima, Já, þá hef ég hringt í seniorinn og ég er bara passað að vera að setja til bjór og ég panta pítsu og hann er svona komið að aðstofa mig. þegar hann hjálpaði að hengja eitthvað upp á svona. Já, en svo er ég aðalega bara svona fyrir og eitthvað svona skammast í honum. Að ég eftir, ég var búin að gera auka gat einhver staðar á veggin og ég eitthvað svo, þú veist hvað við, að því að hann gerir bara eitthvað og svo pæla hann í því, sko. Já. En ég held að sé það, að því að núna er ég búin að vera að gera þetta sjálfur í 2 ár. Þegar þú hengir sjálfur upp eitthvað. Já, ég bora myndir upp og set hérna tappa og skrúur og þá líður mér svolítið vel með mig, sko. Líka svona því ég tek sorpuferðir, það finnst mér gaman að, þú veist, fara og heyri fólkinu og svona öllum sem er að tæma skoltinn og Fyrst, já, ok. þú veist, þá kíkja ég hvað er að gera, hvað er að henda hessum að Fyrir mér er það bara another day at the office talandi hvernig mér er umginn. Mér finnst ég ekkert eitthvað kallmaður þegar ég frá sorpu, sko. Nei, þú veist, ég meina, þú veist hvað ég veit, bara þegar ég er að, þú veist, svona taka til hendinni, vera duglegur. Ok. Hvernig ætlar að ramma þetta inn? Hvað er lag ykkar Egils? En hvað er svarið mitt? Ég er bara þegar ég hengi upp myndir eða tek til. Já, herru, getur sagt þetta bara því ég er að svona yðnaðast. En við finnum alveg hvort þetta Já. var rétt í ánlega. Herru, upp á stýri mitt. Nei, hvað lag tengir ykkur Egil? Já, ég myndi halda að það væri djam í kvöld. Jam í kvöld. Já. Það hlýtur að vera. Er það lagið ykkar? Eða hérna Alligator, hérna, það tengir okkur, nei það tengir okkur ekki. Þannig að Jam í kvöld er lagið ykkar. Já, hann elskar þetta lag. Hann elskar þetta lag. Hann finnst þetta besta lag allra tíma. Já. Já, svo er það upp á stýrið þitt. Já, ég vil tala um dýraspurningu. Ég ætla að segja þessu hundur. Hundur. Já, upp á Af stýri mitt. öllum dýrum í heiminum. Já, ég hef átt Ég elska hunda. Ég hef átt marga hunda. Og Ég hef sagt krókudíl eins og ég sagði Egil á.
uppáhaldsdýrið, já það er náttúrulega á treyjunni. Já, líka bara geggjað, þú veist. Hundur er æðislegur en af öllum dýrum í heiminum er hundur uppáhaldsdýrið þitt. Já, ég myndi segja það. Ég hérna Af hverju fáðu okkur ekki nýjan hund? að því að Eftir pullu? ég mun fá mér hund sko. Það er alveg 100%. En það er svona, ég get ekki tvara að setja hund núna á heimili, það er ástand heima hjá mig sko. Það er líka nógu erfitt að fá pössum fyrir börnin hvað þá komið hundin líka. Já, ég veit það og bara, þú veist, dóttir mín, hún er ekki séns að ég getur með hund núna. Nei. Þá er það síðasta spurning, síðasta spurningin er hvað varstu gamall þegar þú fluttir að heiman? Ég var 25 ára gamall. Þá fór ég og leigði íbúð. Já, Og er það seint eða? ég veit það ekki. Ég bara, málega er Ég að veit ekki hvað er við þessu. Nei, ég náttúrulega átti ekkert pening og hérna ég var bara að ströggla, skiljur maður var bara á YouTube að gera eitthvað stöf og hérna, þá var ég að skrifa steindan eða búin að gera það reyndar ég var bara að safna pening Já, þú veist, sem er sniðugt að sjálfsög. já, en ég man eftir því, sko Ekki bara eyði í einhverja leigu. nei, ég man eftir því að þegar ég keypti fyrstu íbúinu mína sem var hérna mjög stutt eftir ég leiði kannski 1 ára og þá borgaði ég safnaði 1 milljón og það var útborgurinn 1 milljón. Hvað kostaði íbúin það? Hún kostaði 15 milljónir minnum mig. Fyrsta íbúin sem ég kefti kostaði 11 milljónir. Ég held að ég síðan auglista daginn eða einhverja nákvæmlega eins á 53 ár. Já, Ógeðslegt. Gat maður ekki geymt þetta? En pælið því núna, fólk sem er að komast á fasteignamarkaði, þú þarft ekki að setja 1 milljón út sko, þú þarft að eiga svona 10. Já, bara djóka. Þú veist, og taka þungt lán sko. Já, En það gekk bara vel. Já, þetta var þægilegt í dag sko. Já, hann sér okkur ekki. Herru, á ég að henda ykkur í rúðuna? Þannig. Herru, hérna, já, einmitt. Við þurfum að velta steinu minna. Já, herruðu, þá, sko, ég býtu, það fór jafntefli síðast eða ekki? Jú, Já. það er búið að vera rosalega jafnt Já, undan það var 0-0 síðast, alveg Já. rétt. þetta var svo krefjandi Já, það var erfið að síðast, það eru léttar í dag. Ég ætla að byrja á þér, Steindi, ég spurði Egil hvað fær hann til að líða eins og alvöru kallmaður, hvað sagði hann? Ég held að sé þegar hann er að lifta einhverju backpressu nei, þegar hann grillar góða mat. Æ, rétt svar var þegar hann er einn með börnin og ekki með þögn. Já sko, ég vil að var lengri útgáfa af svari. Blöð með mjög stutt svari. Já, þetta er mjög skrítið svar þegar þú segir þetta Svona svona. því að grilla var geggja líka höfð. Mér líður líka svo real man þegar að grilla sko. Reynda þú að segja það, þannig að maður er heima þess með grilli. Já, með eitt Það er lætbjór örugglega besta og svarið. svönduna og er að grilla. Jú, þetta er gott svar hjá það. Það er punkt fyrir það. Hvað minnur, Samt hvað var ekki, sko. svarið bara þegar þú ert með krökkunum? Nei, þegar hann er Nei. búinn að skipta á honum, hann er krefjandi og... Ef ég er einn heima á Gurrjérugstaðar og litli krefjandi, hann er bara að hæja sér, ég skiptu honum ef það er öskandi með 6 vinkonur í herbyggi, allt í apaskí. Já, já. Þau búið að koma öllu niður á þögn Já, já. og líða með svo real man. Það var svarið mitt. Já, og er alveg fínt svar. Takk. Ég spurði Steinda sömu spurningu, hvað var svarað hans Egil? Sko, þetta er krefjandi, finnst mér. Því að það er nokkur hluti sem komið til greina hana, sko. Já, er það Það var svo. hans var að telja ykkur að hlutu upp. Nei. Erum Ég er við að hugsa ekki upp á. orðin seinir líka? Er ekki fullt af dagskrúlega mettir sem þarf að komast að? Sko, ég veit á honum að yfirvara skeggilega og líða svo real man. Ég veit það er eitt af hluti, það er staðfest, sko. Ok, gefðu það. Villan. Það er ekki alveg rétt, Steindi. Jú, já. Ég ætla ekki að gefa þetta upp. Þetta er bara keppni. Mosóvillan og líka þegar hann er making love undir seimtirinu sem hann sjálfur draf with cold blood. Nú þarf ég að fara að svara. Þá líður honum eins og a real man, sko. Making love undir seimtirinu sem ég draf sjálfur In bara cold blood. Já, þá líður líklega svo real man. Eða þú málaði viljuna þína single-handedly sem ég var að gefa það var Nei, reynda ég hef aldrei getað það, sko. Tengdapabbi minn hjálpaði mig líka og Balli Málari kom og Já, ég þarf svarið. Þú ert búin að tellja upp hans Ég sem margar veit. hluti. Það er að segja eitthvað af þessu eða? Yfirvara skeggi. Nei, þegar hann er að ég hefði gefið rétt fyrir að mála. Ha? Þegar hann tekur til í hendinni og er að hengja og bóra upp myndir og svona Ég yðnaðast. var með rétt, ég vissi að með þetta rétt, sko. Já, Ég bara hefði svona gefið rétt fyrir að mála. Hanskot. Ég hef alveg stundum hugsað að fara inn í svona byggingabúð og kaupa mig buksurnar og vera bara svolítið í þeim. Það fór Þú þið vel, veist, sko. Já, bara svona eitthvað svona sunnudum að fer ég bara í buksurnar og svo er ég bara eitthvað að þvælast út um allt. Kottu næst í málarabuksunum. Já, málarbuxur, það eru mjög góðar. Já, Steindi, ég spurði Egil, hvað er lagið eitthvað Steinda? Hvað sagði hann? Já, sko, ég trúi ekki öðru en Egill hafi hendi í djammi í kvöld hana. Og það er rétt hjá þér. Þú komst stig.
Þetta alveg skellur Hann var ekki lengi að þessu Egil, ég spurði Steinda sem spurningu Hverju svaraði Steindi? Já, sko Ég sé bara ekki Það er bara eitt lag sem kemur til greina Það fá ekki jam í kvöld Það er rétt Það er eitt Loksist einhver stíg Rosaleg 2 vikur Eins og ég var reyndi ekki að vera sniður hana Nú er keppni Gætur þetta enda þáttun á jam í kvöld þessu einu Ég spurði Steinda Egil Hvað er uppáhaldsdýrið? Hvað sagði hann? Sko Það eru 3 dýr sem komið til greina held ég Okay. Það er hundur, svín og reyndir Og þetta eru 3 dýr Og ég veit ég með rétt dýrana Og þetta er ég veit, nú þeir bara giska rétt sko Þannig að Og það er alveg pressa nú Þannig áttu alltaf hund sko Sko Ég verð að segja að það er hundur Það er rétt Reyndar með svín æðisleg En ég er lítið fyrir reyndir Ég þekki þau lítið sko Þú drepa þau bara En svínin eru ekki sko Það er 2-1 Steindi Það Út í álfur vesið er núna. komið pressa á þig Hvað er uppáhaldsdýrið hans Egils? Ég held nú að ég sé með þetta Sko, ég veit að hún langar að synda með hákalli Og hann er búinn að horfa á hákalla frá því að ég var krakki Í sjónvarpinu Já. En sko Það hlýtur samt að vera mörgæsin Af því að Sko Þetta er annarkvæmt hákallega mörgæs Það er alveg nokkuð ljóst Ég er bara að spá í hvort hann hafi hent í hérna sko Svítan og allt saman Þetta er mörgæs Nei, hann var næstum búinn að segja hákall En enda að segja tígristýr Þetta geggjað. Þau eru svo Já, mysterious sko, Ég hef aldrei heyrtið tala um tíkist Nei, en þau eru falleg og ég er búin að horfa ofta á þau En málega er að Þau eru voða mysterious líka. ég taldi upp hákalla á það Þannig að það var eiginlega rétt við það sko En mörgæsir er þetta geggjátt Ég elska mörgæsir Ég elska alla svítur Það eru mörgæsir í sko Þú sagði í blökastina bucketlistina að vera faðma mörgæs Ég var Já, stóri reyndar. mörgæs Ég er búin að horfa á nokkra heimildarmyndir mörgæsir sko Þú er aldrei að tala um að faðma tígristýr Bara mörgæs Það var líka með enda illa Það er mörgæs sem er 1.80, sagði það ekki? Jó, King Penguin Já. Það er rosalegt Herðu, Steindi Jú, ég ætla að sjá hvort það Steindi jafni Og að verði spenna þarna í lokin Ég spurði Egil Hvað varstu gammal þú fluttir að heiman? Hverju svara? Sko þess að jafna, ef þú klúrar þessu Þetta er Þá er Egil búin að vinna Álur pressa Þetta er ógæðislega mikilvæg spurning sko. Já, Það stóð upp Já. Það stendur ekki á það stendur aldrei upp það er keppniskapið mönnum Nú ætla ég að lesa leikinn Ég aldrei séð stand upp Ég ætla að lesa leikinn Já, Þeir eru aðeins eldrinni, hvað, 4 árum eldri Sem þýðir að þið fóru fyrr að heimanni Ég ætla að segja það Ég ætla að gíska, nú er ég að gefa honum líka ok It gives me a clue, thank you Sko Mér langar að segja Hann fór í MK Hvert fór hann að hann fór eitthvað eftir það Það fór hann á Bifröst Eitthvað háskóla Er það fluttur að heiman, ég veit það ekki Ertu fluttur að heiman þar? Ég ætla bara að þegja Ég gef bara enga vissmyndingu á mér það fór ekki í skóla úr bænum Ég skal gefa þér það Já, ég Þetta hjálpa honum Blondale Hann er í námi Ég þarf svaða Já, mér langar að segja 22 eða 30 Ég ætla að setja á þetta 22 ára gammal Hann er 24 ára Jú, veit aftur nála Við erum komin í sigur þeirra Þú varst að Ég ekki að svara það? Jó. Það- Hvað er svarað þitt? Sjálfur Sko, það er miklu skemmtilega að vinna 3-1 en 2 Já, þetta getur orðið walkover Ok, Steinþór, nú er Hún var 30 þegar hann átti Ronju 30 Og ég held að hann hafi ekki sprautað og búið hana til í sófánum á senior Mest ólíklegt Þannig að hann hefur líklega verið komin í sin eigin íbúð þegar hann sprautaði sem er þá þarna 2013 Þá er 29 ára Þá líklega þú búin að vera allavega 1 ár í íbúð sjálfur Hann líklega að vera svona 28 Hann var 25 ára Hæ? Hann búin að vera 3 ár Býttu bara bara Þannig að hann fór Þjálfurinn? 2-1 hér í þekkið Var ekki það var með lanhólunni eða varstu annar staðar? Ég legði Gamla góða, hann er eitt hjá sundlegin í Mosó Ég voni því Og þú varst alltaf baður og varst ekki hátökjumæður hann, sko? Herru, þú getur náttúrulega, þú getur fagnast hann, þú vannst Já, takk 2-1 ragli og hann er komið fleiri sigra í þessu heldur en Steindi Sveimi það Helvítis. Þetta er popprinsinn Frikki Dór með lagið Þú hér í FN 95 Blu á FN 95 Þetta er fljóta líðadrengir, klukkan er kortir í 6 Það er rosalegt Já, það er ekki mikið eftir af þættunum en nokkri liðir inni á ég að henda okkur bara í sturlaðar Já, þú bara, þið kallið þetta, hvað vil ég Ég elska að læra, sko þannig að það væri Já, frábært. ekki að svona Það er fullt að liða með þér smá wisdom hérna í lok þáttar Nei ekki Jú, Jú, ég ætla bara að byrja þetta og það er eitt af þessu kjaftaði Já. Það var ekki síðast en núna er eitt af þessu hestaskítur Er þið tilbúinir? já Að byrja að tala við mannesku sem þú þekkir ekki neitt getur bætt skapið alltaf 50% og átt að gera það reglulega og Já. ég fór að hugsa
Mér finnst þetta make a sense af því að mér finnst hrikalega gaman þegar ég í Bandaríkjunum eða Bretlandi eitthvað og sest á pub ef ég að bíða eftir einhverju til dæmis á hóteli þá ger ég þetta og bara byrja ég að tjatta og bara á hvað næstu og mér finnst það ógeðslega gaman. En þú veist, maður gerir þetta ekkert mikið á Íslandi. Nei, minna. Ég get þetta ekki í vinnunni, fá nýja konnatímin og spjalla við það og kynnist þeim og þannig að ég hitti nýtt fólk á hverjum degi. Og það er stemming. Jó, mjög gaman. Maður lappar samt ekkert inn í bakari og tillir sér bara hjá okkur ókunnum fólki og fer að spyrja út í daginn og einn. Allir með góða sögur sko. Já, en þú veist, ég held að fólk, það er ekkert allir í stöði fyrir það. Nei, kannski ekki, Íslendingar ekki jafn svona líbo og kaninn og líka það sem þú ert að hitta þá líka, þú veist, þú ert að hitta aðra sem í fríi á hóteli, á pubið, í kasínó. Hvað þá sitja við pókerborðið í Bandaríkjunum og spjalla við lið? Ég elska það. Mér langar út. En maður þú átt að rífast í gæðan síðan? Já, reyndar hann var líka svo leiðilegt og það fögnuð allir þegar hann fór. Þannig að það var ekkert bara ég. Þurfti ekki öryggisgæslan að skerast inn í þetta? I took one for the team. Það var æðislegt, ég var borðin í hliðina, það er hell of a time sko. Svo er næsta. Já, herru, þetta er rosalegt. Talandi Bandaríkin og það sem við höfum oftast farið þegar við förum til Bandaríkin, það er New Jersey. Já, því miður, við erum oft þar. Við biður, ekki New Jersey en Atlantic City. Árið 2015 var leikskóla í New Jersey lokað eftir uppkomst að þau voru með Fight Club hjá 4 til 6 ára krökkum og fólk var að veðja online á hvor krakki myndi vinna. Þetta er í Atlantic City. Var þetta í Atlantic City? Alveg potið, það stóð ekki, það stóð bara New Jersey. Það er rosalegt. Menn veðjað mikið þar sko. Já. Ég vissi ekki að vera að veðja þetta sko. Þetta hefur verið nálægt Atlantic City, potið. Pælið því maður. Þetta er ógeðslegt. Kæmi bara Tetti heim með glóður bara fólk búið að vera að betta hvort það myndi vinna ykkur í bekknum. Þetta bara gengur ekki. Þetta er hræðilegt. Tetti myndi býta líklega í sínum bardaga sko. Já, það er ekki eins og verið í bardaga til þess að hendi það sem er óþólandi. Næsta, að labba hratt tengist oft greddu því hraða sem þú labbar því graðar ertu. Það er mjög skrítið eitt graðast engaþólinn í sportsunni sem heitir Willi, kallar Horny Will, hann labbar ekkert eðlilega hægt. Hann labbar Þið trúi ekki hvað labbar hægt sko. Hann hreyfist alltaf. Lappið þið hratt, drengir? Ég myndi segja ég lappi bara mjög eðla. Ég labba frekar hratt. Ég hleyp eiginlega. Ég drým það, en það tengist alltaf ekki eins og að segja sko. Ég bara Nei, ég meina Ég var tuðað í mér oft í Rælendis að labbaði hægar, labbaði ekki eðla hratt. Ég er ekkert vissum að þetta sé samt sko hrossa skíturinn, þetta er skrítið. Þú ert að vera að kíkja á þessar síður sem þetta háta. Þetta er mjög furðuleg fægt. Alltaf þegar þú Þetta er mjög virtar síður sem hann er að Ég pakkaðar oft samanstendi þegar þú googla einhver Hörru, jú, þetta er bara rétt. Er þetta virtar síður? Þetta eru mjög virtar síður. Fólk fætt milli 81 til 96 og sem flokkast í Bandaríkjunum sem millennials. Steinþórið þar. Já, mun ekki byrja Ég og þú sleppum. Já, mun ekki axla ábyrgð eða fara yfir fjármál sína að einhverju viti fyrir þau voru í fyrsta lagi 33 ára. Þetta gerðist þegar þau voru orðin 33 ára. Og ég fór svona að hugsa þetta. Ég held að þetta make alveg sens. Ég, búin að köpa mig Hyundai Coupe og ég held maður byrjaði í rauninni að bara hugsa eins fjárhæðin. Það var ekkert eðlilega heimskur. Já, þú varst á einhverjum CRX-bíl og eitthvað og einhverjum kampan litið Benz og hann þambaði 42 lítra eða eitthvað á 100. Það var ekki sniðu að kaupa mér, ég veit ekki það. Hvað ertu gammal þá? Þá ertu það 27 ára eða eitthvað? Já, bara það var engin heimskulegri bílakaup en ég bara gennum tíðina sko. Og pottakaup líka. Það var besti fjárfesting sem ég gert sko. Það var aldrei að koma potta aftur aðeins sko. Þannig að meikar þetta ekki pínu sens? Já, ég ætla bara og líka að spóla tilbaka. Þetta var hans öðruvísi þegar við vorum hann þegar nú er komin fjármálatips og verðbréfatips og það er svona fólk talar fjármál í dag en þarna þegar við vorum grislingar það var enginn að ræða neitt. Mér finnst rosalega skrítið að það sé ekki smá hagfræði og viðskipti í grunnskólum. Já, þetta bara kenna þetta snemma. Já, svona undirstöðatriðin. Hvernig þú ert að safna þér íbúð bara dönsku út og næringafræði og fjármálinn, það var hlans frábær skipting sko. En veitir hvað er mikið af fólki líka þú veist, stór próst af landinu sem rekur sig sjálft. Það er fínt að læra þá eitthvað grunnbókald. Já, ég sammála því. Dónskæða að ég veit að ég veit í dag tvítur. Og iðngreinar. Já, og svo er eitt fyrir þig, Egil, upp á stýrið þetta ásamt tígristýri greinlega. Hákallar hafa verið lengur til en tré. Hvernig veistu hvað það? Það er rosalega. Það er alvöru staðinn. Tré voru ekki tré þegar risaðalög var til. Það voru alltaf tré þá var það ekki. Já, og líka hákallar. En veistu hvað hákallar hafa verið lengi til? 450 miljón ár. Heldur langur tími. Það er rosalega. En crocodiles þeir eru eins og risaðalög sko. Já, ég held með þessi séu nettar risaðalög. Er það erum við að tala um þá hann hvað hétt hann aftur Great White. Nei, Megalodon. Já, sem er svo strætó.
Muni þetta myndir með Jason Statham, það var góð mynd maður. Var Strætó farið hérna Hákall sem var jafnstóra Strætó? Já, og hann því sem betur fyrir út döður sko. Skólur, ég ekki nenn að fá með sundspöld. Ég var að googla þetta, hann var 15 til 18 metrar lengt. Jesus. Þá er það næsta, í 40% tilfella heldur karlmaður að kona sé að reyna við sig ef hún er vingjarnleg við hann. Þetta er óþægileg staðarinn þannig. Er þetta ekki svo sketch í fótsporð með Stjóni Kattum sem held allir að reyna þessi? Já, en þannig er það bara karlmenn held ég er svo veitlausir, 40%. 40%? Og það finnst það eins og sé verið að sína sér áhuga. 86% kvenna hefur engan áhuga að fá senda dick pic. Skiptir engu hvort það séu hrifnar að viðkomandi eða ekki. Þetta finnst mér bara make a sense og ég hef oft hugsað út í bara hvað græðir á þessu? Og líka menn að senda random liðmyndir er það ekki? Já, bara einu sem ég þekki sem sendir liðmyndir er Richie. Já, hann hefur gert það einu sinni við Kitta Páls eða ekki. Hann er ekkert að senda kvennfólk. Þetta er líka svo furðulegt. Og ég hef oft hugsað út í þetta. Já, en byrju, hvað er þetta að vera mörg prósent? 86% kvenna hefur engan áhuga að senda dick pic. Mér er alveg smá skrýta þetta hafi ekki bara verið 99%. En ef þú ert að deyta eitthvað og hún segir, hörðu, getur þú sendt mig liðmynd? Já, við skiljum. Og tekur svo huggulega vel kóreografaða svona liðmynd. Óumbeðin mynd. En senda random liðmynd og konur sem þekkir ekki, það sést það. Nei, en það stóð líka þó að séu hrifnar að viðkomandi. Finnst þér? Já, þetta er bara stórfurðult allt saman. Svo er það síðasta, leikarin Cillian Murphy sem er einn af mínum uppáhald sem leikur aðalhlutverki í Peaky Blinders reykti yfir 3000 hörbal sígarettu við tökur á þáttunum Peaky Blinders. Hvað sá hann heiti? Cillian Murphy. Ég las þetta sem Cillian Murphy en þetta er Cillian Murphy. Já, ég er bara að vissum hvernig þú tala. Það er eitt svo svalasti og ef þau eru ekki búin að horfa á Peaky Blinders Já, ég er búin að, það er mjög gott. Þetta er einhverju bestu þættir sem ég séð á ævi minni. Já, Dinni, en hann hefur tekið þetta einhver 10-15 ára á lífi sinu. Hann er alltaf reykjandi í þáttunum. En ekki byrjar að veipa núna? Já, sko, þetta voru náttúrulega bara svona hörbalsígarettur, af því að karakterinn hans reykti. Hann var endalaust með sígarettu á segja. Það er hljóta að vera bara reykti hann ekki bara álur síkó? Íslenska bíómyndir hóttu bara álur síkó? Nei. Ég held að eitthvað svona gerfi sígaretta sé óhollari. Það eru gerfi sígarettur. Það er máli. En þú erst alltaf með brendan pappír og það er eiginlega eitt af versta við þetta. Þú veist að kveiki pappír og andunum að þér, sko. En nú spyr ég ykkur drengir hvað það er svo að kjafta það er endar bara helviti góð spurning. Ég veit ekki, liðmyndir eða Nei, að labba hratt tengist ekkert Grettu. Ég bjóð það til Ég sagði það, það er ekki sens út að vilja. Þú fær það, takk til hamingju, sigur á þig. Hárið, það eru Loop og Dynout sem flytja ykkur færi ykkur F95 blöð og ég kom inn á það í síðustu viku drengir og það er hellingur og liðið sem er búin að nýta sér það. Það er eitthvað út að borða helgin og veit ekki hvort sé laust einhvers staðar, farið á dynout.is, tjekkið hvort sé laust á staðnum og já, þá þurfum ekki verið að ringja eða að fara í eitthvað vesen en sniðugt koncept. Já, það var ráðist inn hérna á okkur. Já. Það voru tveir Aronar mættir hérna í stúdíóið rétt áður. Hverjum talandi staði? Já, talandi staði. Eru þið á Dynout, strákar? Er þetta Nei, eitthvað sem við þurfum að skoða. Við erum að redda því. Algjörlega. Herðu, til lögum með nýja stað. Hvað er þetta? Stund? Stund. Og hvað, hérna, svona áður í smakið þetta? Hvað er þetta? Það sem þú ert að borða núna. Lúkar rosalega. Það besta sem ég smakka, sko, ég kom inn í þetta. Ég hef ekki komið stundabitana maður. Áttu þetta ekki verið eitthvað hotlustu dæmi? Jú, þetta er meinhótt. Ég er bara með karmelu og Þetta verður að vera gott líka. Ekki, það er alveg gott. Hvernig er þetta? Ég sjá viðbröð. Ríkulega gott. Það sem þeirra borða núna er assa í skálun okkar. Steindi og Öddi eru með stundum að þú færir hann ekki alltaf og þú ert með eitthvað svona gæðaskál. Þessu er ekkert eðlilega góð sko. Já, þú ert með jarðabærunum og neytismjöldur. Jarðabær, blábær og Það er til að hafa mikið með nýja staðin. Já, takk maður. Hvernig gengur? Bara ógstæðvel. Já, þetta er búið að vera algjör keyrsla. Ég held ég hafi aldrei keyrt hjá Pratt og verið keyrð hingað. Við hefum bara á vakt sko. Já. Og það er líka gaman, við stöndum vaktina sko, sem er geggja. Það verður að vera þannig. Já, algjörlega. Og hvernig, þið eru bara mættir á mótana, byrjar að undirbúa og þið öll. Já. Og svo bara morguntrafíki, hvernig byrjar þetta? Bara eru að tala 8. Við bara opnum 8 og fólk er mætt 8. Það er svo margir hann í húsinu, það er svo margir að koma úr ræktinni. Við erum einu staðurinn opinn 8. Mikið örgulega opna 7 sko. Það er liðið sem þetta er sexy gimmi sem er vinsalt tími sko. Það er rétt sko, við hugsaum það fyrst sko. En svo er það bara Og þetta eru svona fyrir þá sem ekki þekka. Þetta er svona asæ, þetta er ekki asæ skálar og meðal annars asæskálar og svo erum við havragrauta, gríska jógurt, þeitinga og svo kvöldin er þetta bara koktelabar. Og eftir Yes sir, svo erum við eftirrit kvöldsins. Það er hægt lýsa þarna á kvöldin. Já, við erum með náttúrulega bara flagskip okkar í Tyrknesi Prinsinn. Hann kemur svolítið frá Aroni hérna. Það er okkar útgáfa Espresso Martini. Svo erum við Það er my favorite drink sko. Er það ekki? Já, þú ert eftir að þá er þessi þinn favorite sko. Hvað er opið lengi? Það er opið helgar til 11, á virkum til 9.
En svo er bara búið að, þú veist, á 5. í gær, þá var opið í hvað, 10 í gær? Já, opið 10 í gær. Þess að segja, við erum bara rétt að opna það, svona, við erum alltaf að finna held ég bara allir staðir, hvað virkar, hvernig traffíki virkar og svona. Hvernig dætti þetta inn? Hvernig kom hugmyndin? Þú veist, hvernig kom bara svona, hvernig ringdu þið bara í hvern annan, bara, heyrðu, en hérna, er þetta eitthvað? Sko, skemmtilegt, 3 ár síðan Hildur, kærastan hans Arons, Erna, kærastan mín lendi saman á flugi til Montreal. Þær tóku okkur báða með og við endum á að sæstað sem heitir, Aloha, geði eftir randomstæðar í Montreal og þar kviknar hugmyndin, sko. Þetta var eitthvað svona og síðan dóða alveg út, hættum alveg og svo allt í einu tökum við upp síman, heyrum í Arn og Hildi og þá voru þau líka gett búin að vera að hugsa út í þetta og þú veist, þetta er í februar, janúar, februar og gott location og svo erum við búin að opna núna, þannig að þetta er búin að vera alveg styrla. Þetta gerist mjög rætt, þú veist, það er að stað með þetta að viti í februar og staðurinn búin að opna. Já, maður. Ætlið að vera vaktinni sjálfur alltaf bara, þið ætlið að standa á gólunni félagarnir. Allan núna, til að byrja með. Til að byrja með, sko. Það er næsta platan þín, hún verður bara svona bláber og... Já, 100%, ég veit ekki hvað ég var að tala um maður. Næsta leikarkíki mitt er bara leik í auglýsingu fyrir staði. Það virkar alveg þægilegt fyrir. Það getur búið til, þú veist, auglýsingastefi, jinguleg Leikarinn. Til auglýsinguna. Það er ekkert vesir hann. Nei, það er ekkert þessu. Þetta er hrikalega gott. Svo er eitt líka sem að margir, sem er svona smá kremdulega krem inn á seðlunum okkar og það er búið að vera mjög vinsælt helgina og það er með eitt ammælisbúð badbúna borðana, það eru voffarskálarnar okkar. Voffarskálar? Já, við bjóðum upp á skálar fyrir hundiðin. Já, ok. Þannig að, og það er búið að vera einmitt, þannig að hundaeigendur á núti, þið getur komið með bæði krakkan, verið með smástund fyrir börnin og voffastund fyrir hundin. Gefa hundur með hétta? Já, bara hundabenn og allt maður. En er þetta, hvernig, en ef maður vil svona prófa að smakka það bara sjálfur, er það allt í lagi? Þú getur fengið það, sleppu kannski hundabenninu. Já. Annars er þetta bara banani, netsmjör. Já, og svo bara bein. Það er ekki að flækja þetta. Klukkan orðin 6, við rétt náðum Þetta er geðveikt. Við erum að peppa þetta, ekki spurning. Ég bara þakka fyrir hlustunina í dag. Kæru hlustundu, við minnum á Blökastið næsta þriðjudag. Þar verður stemming, drengir. Takk fyrir komuna og takk og bara til lukku. Takk fyrir okkur, takk fyrir það. Í mathöllinni, hver er aftur mathöllinni? Það er rétti á... Sko, þetta er bara, það er mjög margir leitaðinni. Þetta er í Grósku, nýja húsinu þarna niður í Vatnsmýrinni við hliðin á Íslensku erfðagreiningu. Gatan heitir Bjargagata 1, er glæný, þannig að margir leigubílar finnir þetta ekki stundum. Þetta er sama hús og Vörglas eða ekki? Vörglas Vatnsmýri, Báða háskólandan á langt. Þannig að þau stefnið í átt að Norræna húsinu, þá finnið þetta. Vel gert, til lukku með þetta og eigið þið góða helgi, kæru hlustendur. Hvenær er United helgina? Hvenær er helgin ónum til okkur? Það er seinni partan á morgun. Hún er 16:30 á morgun. Það er fínt, hafið það gott og við heyrumst á þriðjudaginn.